Velkomin í Alkast þvottahússins. Við erum hérna í kvöld með góðan gest. Við erum í boði fargugan.is, Andri Æsland, Betri dagar, Hemp Living. Þannig að, hefur þú farið í farguguna? Ég var í fargu í gær. Í alvörunni? Hvar? Þessin er svolítið svona slampaður að því. Já, hvar varstu? Þetta er ekki Skarraklettur. Skarfaklettur, já. Það er aðalvagnin. Já. Þetta er annað sinn sem fer og ég held að leiðbeinandinn hafi sett okkur á gott blastan í lokin. Já. Að þeir ykkur úr hópnum voru að kvartir að vera ekki nógu harkaleg lóta 2. Já. Þannig að sett okkur í smá skóla og líka sjórinn var 2 gráður sem var mun kaldar heldur en ég hefði komið fyrr, fyrir áramót og það var sjórinn bærilegri en hvort ekki er náttúrulega frábært, fattur þú? Þetta er svo sturlað. Þetta er svo sturlað, sko. Ég get alveg gert þetta að eitthvað svona sem hefur sem svona reglum þátt í tilvörinni. Ég er í föstum lokuðum hóp á þriðjudögum. Kalla hóp? Klukkan 8. Nei. Það eru bæði kyn. Já. Og ég segi bæði kyn. Og og þetta, hann tekur 16 vagnin, 16 manns, en við vorum 18 síðast og við ætlum að fara að hlaða í, sko. Við ætlum að ná alveg upp í 24, sko. Já. Það var vel þröngt, sko. Hvað, bara fólk á gólfinu þá? Nei, það er bara þétt setið. En þetta er náttúrulega allt fólk sem þekkist. Já. Það er náttúrulega mikið svolítið nánd. annað. Já, mikið nánd. En farguvan, farguva.is, það er þetta að skrá sig þar. Það er þetta að kaupa klippukort, 6 klipp, 12 klipp, og svo er þetta millifara, það pós á staðnum. Já, fyrst er að tala svona þetta fallega þetta fallega verkefni þá bara svo að sé á hreinu þá þarf ekki að fara út í sjó, sko. Það er náttúrulega, fólk gerir það sem vill og þannig því ég er búin að vera á blastinu, sko, þá bara eins og sjórinn kallar á mig, sko, ég verð að fara út einhvern veginn. Já, niður á Skarfaklett sérstaklega, en svo fer ég líka, ég fór niður á Ægisíðu á laugardaginn, það er náttúrulega minni vagn þar og ég nenni ekki út í sjóin þar, sko, það er bara vesen. En það er náttúrulega líka ef þú ferð á þarna Ægisíðuna og það er fjara, þá er það bara vonlaust. Þú ferð ekki í sjóin þá. Jó, Hugo Fiðlusmiður, hann er að gera það, hann bara svolítið lengi, hann er bara, hvað er Hugo, hann er bara búin að burta 10 mínútur, hann er mjög lengi að labba út, sko. Já. Ég hef nú bara einu sinni farið á Ægisíðu, ég verð að viðurkenna, og þá var þarna svarta myrkur en fjara og ég bara, fannst ég bara likvið, ég hefði getað gengið upp á Akranes, sko. Já, ég veit það. Það er náttúrulega upp á bestastæði. Já. En til þess að ljúka farguguna þá, sko, held ég bara og eftir páska, þá kemur nýr vagnir á Skarfaklett. Bara, 40 feta trailer nánast á bara 8 trukkadekkjum, 30 manns, setja á 3 hæðum. Það er að koma nýr vagn þangað. Já. Og ég voni ég sé ekki uppljóstur einhverju hernaðarlindamáli, en þetta er sem sagt það er rætt í gær. Þetta er það er þensla í gangi, svona eins og með NATO. Já. Svo er það Andri Æsland, hann er í Rauðagerði 25, hressaði, hann er líka að fara að bæta við sánu. Já. Þannig að hann ætlar að vera með alls konar námskeið. Hefur gert eitthvað svoleiðis? Svona breathwork? Og kæling með andra? Nei, en mér hugnast alla svona pælingar, sko. Þó ég ekki lagt það fyrir mig, þá er þetta bara eitt af þessu sem maður tekur til greina, sko. Þegar maður er komin á virðulegan aldur og 3 barna faðir og svona byrja svona hreyfuðu boðumnum. Já, bara eitthvað einmitt, ég held ég nú verið innblásin á ykkur félagunum því ég fekk mér ashwagandha og Shilajit. Já. Það ætla að fara næst í það. Ég er í því, sko. Já. Og ég myndi segja, já, þannig að fara svona aðeins óhefbundnari leiðir til að finna hvernig þetta setur í manni, sko, þetta er svo mismönd eftir fólki. Ég til dæmis farið í tvígang í fargugunum með fólki sem að þetta hafði ekki svona kjarnandi áfrið á þau, sko, það fannst bara nota þetta gaman saman, en ég fann eitthvað svona alveg annarkot verður húkt á þessu ekki, sko. Já, einmitt. En það eru betri dagar, gott CBD, betri dagar upp í Urriðaholtsstræti, þeir eru einmitt, það er náttúrulega bara CBD sem að hirðir alla bólgur og í líkamannum og bæti svefn og gerir mann fallegan. En, já. Og svo er það, þeir eru náttúrulega líka með Shilajitið sem að þú talar og ashwagandhaði, Testo Booster. Ert þú búin að vera að taka það eitthvað tíma? 2 vikur komnar. Og hvað? Á bæði þá, Shilajit og ashwagandhaði. Og hvað, finnur þú eitthvað mun á þeir? Ég finn mun. Hvernig þá? Sko,
Ég held að, sko, ef að kona mín væri hérna með mér, þá getur hún alltaf... Ertu graðari? Já, það þarf ekkert að laga það, sko. Það er alltaf bara innbyggt hjá mér, sem betur fyrir. En stærri bónir? Nei, þetta er allt það, neðri hæðin er alveg sömu sig, sko. En svona, ég myndi segja svona skapsveiflur og að vera hörundsári, að fara í fílu, svona eitthvað svona kallaða fílu, eða svona fullorðinsfílu, sko. Ekki fílu út af eitthvað svona sem er órætt og maður er með að setja í svona koma frá sér alveg mér líður einhvern veginn, þetta er ekki beint fíla en það er eitthvað og það er verið eitthvað sem ég er alltaf að reyna að minnka tíðnin á og hún hefur alveg snar minkað sko. Þannig eitthvað svona tilfinningalegt jafnvægi. Ég hugsa það sko, ég held að sé eitthvað þannig annars er náttúrulega bara, maður er samu þessi sko, það er bara sama eins og þú þekkir kannski, ég er bara mikið að sjá krakkana sérstaklega á mótnana og snemma dags og inn í daginn sko þannig ég mælist ekki aðalega þessar sveiflu sko, skapsveifluna myndi ég segja það sé betra ég vona þetta hafi áhrif á svefnin svona til lengra tíma liti voru þið ekki að tala um þetta tekur smá tíma sko það er að hlaða svolítið það er rosalega misjönd alveg testin sem hann rauk upp bara rutt á síletítinu sérstaklega sko miklu sterkari Þú finnur fyrir því í ræktinni? Já, ég bætti á eftir 10 daga og ég er búin að bæta á mig svona aukstarabilinu 15-20% bara í þyngd. Á stönginni? Kid you not, já, bara öllu sér að taka. Já, ekki á, þú veist. Nei, þyngdin er bara, ég er bara aftur núna miklu sterkari og svo er ég náttúrulega með blóðpröfur, semst 2021 og 2024, semst eftir ég er búin að taka sílitítu og asogandaði í þessi 3 ár. Og testin hjá mér var búin að hækka 30%, bæði testosterón og virtestosterón og ég er 48 ára, ég á að vera bara eitthvað vælandi í burnouti sko ég er bara alls ekki þar sko og þetta var í samræmi bara við hvernig mér bara líður ég veist, þetta snýru þetta að hormónakerfum eru við að framleiða, eru við bara einhverju dopamin bara skömmtun eða eru við að keyra inn á serotonin sem hefur með samkennd að gera og gleði og léttleika eru við með varandi hormónakerfi, eru við að framleiða testosterón við strákarnir, þannig að við fáum bara hugrekki og kraft og power og snerpu, fókus, eða erum við bara einhverju ofurframleiðslu á einhverjum streituhormónum alveg bugaðar á því þetta snýr náttúrulega bara að þessu en ef við ekki að kynna mannin áður en við förum í gang Þetta er mjög skemmtilegt má ég segja eitt áður en við förum í kynninguna og ég er alltaf rosa skeptiskur á eða veist, mín svona stilling, default stilling er alltaf að efast og ef ykkur segir eitthvað svona veist, bara ashwagandha og lala ef ég heyrt þetta bara einangra, bara þú að tala um þetta þá hefur verið þessi maður er bara samfærður og gerist eitthvað í honum en þetta mun öllum líkundum ekki eiga við mig en svo líka eins og þú ert að segja veist, að vera 48 í burnouti og maður vill eða detti í burnout og maður vill vera að skila sínu sem fullorðinn einstaklingur þá náttúrulega nennir maður ekki að bíða endalaust eftir að eitthvað kemur úr farmasíðinu sko, skilur mig þannig að þá fer maður svona að hlusta betur eftir því sem sagt er og í mínu tilfelli þá líti ég aldrei á neinu lyf hvort sem þeir eru svona eða frá lækninu sem eitthvað sem mun lækna mig heldur bara svona efla mig á einhvern hátt sko, eitthvað jafna mig Þetta er líka náttúrulega efni það er einhverja aukaverkanir Ég meina hvað, er þetta unnið úr bara einhverjum rótum? Síletítið eru sko þetta er sama safn af steinefnum sem eru fengin upp úr jörðinni það eru Himalaya-fjöllin, Afganistan og einhverjum nokkrum stöðum í Rússlandi þetta er bara einhverjum nokkrum stöðum í heiminum þar sem þú færðir inn þetta efni bara upp úr jörðinni þetta er bara dautt, þetta er bara gamalt dautt líf þetta er bara olía jarðar Olía? Já, veist, basically, þetta er bara einhvern svona steinefna klumpar og þetta er svo hreinsa þetta á mjög bara réttan og skilvirkan hátt það er þetta að gera það rámt, þetta getur verið hættulegt og það þarf að þurrka þetta helst í sólarljósi, ekki artificial þannig að það eru svona ákveðna leikareglur og síletítið er misjönd ég hef tekið rust síletít og svo hef ég tekið þetta sem fæst upp í hjá Sigga upp í gott CBD sem er bara pure as hell sko. og maður má heldur ekki taka mikið af þessu ég er alveg búin að prófa það ég hef alveg prófað að taka 2 á dag sem tvöfaldansskamt þá sef ég ekki þannig að bara taka anskoti lítið, finna akkurat rétt á dósið og taka þetta snemma mótnana og svo láta þetta eða sig sko. En ashwagandha er öðruvísi ég er búin að taka það í mörg ár ég tek 1000 mg ashwagandha yfir daginn
og þá yfirleitt tekið 400-500 á mótnana og það allt í lagi að taka það á kvöldin, það stimulerar það ekki og kemur ekki í veg fyrir svefn sko. Hefur rauninni róandi áhrif eitthvað en gefur þeir auka orku og kemur jafnvægi á hormonakerfið og boostar testan sko. En í hús en við erum hérna með Birki hvað var það? Birki Fjalar Viðarsson velkomin. Takk fyrir það. Og nú tekur þú við, ég veit ekki minni mann ekki neitt sko. Ég líka þegar Arnór hafði samband þá, af því ég hlusta svolítið á ykkur þá ég svona hvar kem ég inn í þetta þvottahús sko, en af því að ég hef búin að hlusta á alveg nokkra neglur hana og ég fyrst og fremst bara eins og ég var að segja því, ég bara þriggja manna faðir sko sem hjóla bara og reyna, já er ekki til að ama, jú, bara þetta er svona liður í að vera bara að líka minn sé að gera eitthvað, ekki einhverju vélar og hérna en ég held einmitt sko, ég meina við erum búin að taka, þú veist hérna daginn að þá sagði Gunni einmitt sko, þú veist, ef við tökum annað viðtal við einhvern helvítis ólympíufara þá ég eftir að hengja mig Já, ég nenni þess ekki lengur sko. Nákvæmlega að vera með íþróttalið. Já, einmitt að vera með eitthvað afreiks íþróttafólk hérna í spjallinu sko og þú veist og við erum, þú veist, búin að vera hérna með bara besta hjólara landsins bara í þessum stól og hann kom keyrandi. Já. Lúser maður. En sko, don't get me wrong, ég ber mikla virðingu fyrir þessu fólki. Og hvað heitir hann þarna, hnykkjarinn þarna? Jón Arnar, hann fór mikið hérna. Þú veist, ekki smá saga, geggjaða týpur sko, en ég bara það ekki alveg nóg að speysa fyrir mér sko. Ég held í eitthvað tilfelli sko að það konum svo margi þætti þannig að fólk að leita eftir einhverjum víbrum þá bara getur tekið bara að taka afreiksfólkið, svo vil ég taka svona gúpa, svo vil ég taka geimveru dæmið, ég ætla að taka, skilji mig Buttplugga, við erum búin að fara mikið í buttpluggana. Já, það var samt eiginlega fyrir mína tíð sko, það var hérna meira Davíð bróðir. Davíð er svo mikið perri sko. Já. Er það bróðið þinn? Nei, það er bróðið minn sko, sem var hérna með mér og mun taka við að þér þegar eitthvað gerist. Já, við erum ekki alveg komið þangað. Nei, en það kemur seinna. Já. Herri, já, þú ert bara daddy. Já, en sko, það sem ég ætla að segja, ég held að, ég meina, hann er bara fyrsti maðurinn sem mætir hjólandi. Já, ok. Er það ekki? Nei, það hefur nú gæst. Já, þú veist, eftir að ég kom. Já, en fólk hefur komið hjólandi. Já. Áður, þannig að þú er kannski ekki svo fyrsti, en respekt, hvaðan komstu? Úr Laugardalnum. Já, einmitt. Svona teiga megin í Laugardalnum. Já. Og það var svolítið snúið sko, það er mikið af framkvæmdum og lítið hjóla leiðir. Já. Þessar leið sem ég fór sko. En ég tók eftir því, ég var að segja við stelpunum mína í gær, þegar ég var að vinna niður í Valdaskóla, þá tók ég 2 ár sem ég hjólaði semst fram og tilbaka og ég fekk stærri rass. Ég fekk svona cooler rass. Ok. Ég tók alveg bara eftir því sko. Ég styrtist allur í rassöðunum. Ok. Já. Þannig að þetta er allavega gott fyrir rassinn. Já. Getur ekki tekið undir þar, Nór? Jú. Þú er mjög flott annars. Takk. Og það er líka bara, þú veist, svona skíðarass. Mikið lagt á sig hjá hjólurum til þess að sko halda rassinum góðum. Já. Rassin er mikilvægur. Stóri vöðvar maður. Ég minna og ég tala nú ekki, þú veist, rassvöðvarnir sem slíkir, en síðan alltaf, þú veist, ef þú komin í einhverja alvöru hjólreiðar, það sem þú farin að sita á einhverju karbonplötu, kannski í 5-6 klukkutíma og bara svona það var skott, þú sért með vöðva maður þú veist, á sért með vöðva og sért einhvern veginn með líka bara, þú veist, þú þarft að vera með sigg á rassinum og ég meina það er bara hérna fyrirbæri sem er kallað hérna bara svona saddle sores, það sem að fólk getur bara fengið hérna, þú veist, bara einhvern yfirgengilegan áblástur og þú veist, bara ógeð á raskatið bara út af, þú veist, krónískum nuddsárum. Jesus Christ. Já. Svo því sé aldrei það, þá er ég ekki á einhverjum ofurfáki og ég er aldrei í einhvern svona galla, sko, við sjá hvernig ég klæddur, ég er bara alltaf svona. Já. Meira respekt fyrir því. Já, þetta er bara meira svona faratækið mitt, sko. Ef ég er ekki að fara með börnin 3 eða fara að kaupa eitthvað rosa mikið í bónus, þá er ég á hjóli, sko. Það er alveg kappkosta við það. Þú átt líka bíl? Á líka bíl, já. Hvernig bíl áttu? Outback. Super Outback með það er svolítið macho, það er svona alveg, þú veist, alveg bíl. Já, ég vildi fá bíl, sko. Ekki, þegar maður er með svona dýrmatan farangur, sko, og líka við erum svolítið mikið að fara út á land í sumarbústað og svona
og förum í öllum veðurum, það er svolítið svona okkar svona einkenni, já, bara fara bara þá viltu að vera á bíl sem virkar sko og þú finnur bara út inni á þetta er svo mikið bíl af því ég er ekki bílamaður sko, af því ég hef ekki hundst á bílum og er ekki með einu svona brand loyalty og svo maður segja og þá erum við búin að eiga inn á þessa bíla svo við sátust inn í Outbackin þá bara svona, þetta er fyrir fjölskylduna sko. Það er auðvitað að stela þeim, bara svo veitir það. Ok. Já, ég myndi kaupa með svona stýrislás. Ok. Þú ert eini maðurinn sem ég þekki sem að nota stýrislás. Já, ég er náttúrulega bjóðið í Danmarku í 15 ára, það var alltaf verið að stela öllum. Ég er alltaf með stýrislás. Ég veit það, þetta er alveg bara, þú veist, hvað er maðurinn að gera? Hvað heldur það að sé? Það er ekki að fara að fokkin stela bílnum. Ég er líka með tracker í bílnum, sko. Já, ok. Það er sniðut. En hvað sé, þú ert þarna metalhaus. Rosalegur. Hvað er það? Hvað þýðir það? Það er bara svona að vera metalhaus er meira en að hlusta bara á þungarokk held ég. Bara þungarokk ekki sleppi mann ekki. Hvernig þungarokk? Er það sko alveg skúper eða er þetta eitthvað? Já, ég byrja náttúrulega þar bara sem pegi út af pappa mínum, sko. Hann er tvítur held ég þegar ég kem í heiminn og hann er alveg í Deep Purple, Rainbow, Sabbath, Little Giant, Uriah Heep, bara Beatlanir og allt, hann er að taka þetta allt saman og ég Svona alvarlegur tónlista áhugamaður. Já, og hann er mikið progginn líka. Já. Í hverju? Progg-rocki, veist, svona Progressive rock. Já. Hvað er það sem dæmi? Þetta er Hvernig þetta þést? Crimson, King Crimson, Snem Yes, Yes er svona að byrja, hann er mjög hrifinn af því, sérstaklega King Crimson og þetta er svona, þegar var verið að spila svona Sibylja Ross 2, þegar hann náðist ekkert annað og pabbi var að setja eitthvað svona á fóninn, þá eitthvað svona kikkaði eitthvað inn. Já, þá byrjaði svona að vilja sjá umslögin og því svæsnari sem umslögin voru, því meira ævintýri. Hvað árgerð þetta? 78. Já, þú var aldrei farið í hiphopið þegar það kom? Jú, ég bara meira sem svona, ég veit að þú tala mikið um hiphopið, þú líka, hiphop. Já, ég var svolítið það, þetta var svolítið skiptingar, sko. Sko, hiphopið kemur alveg meira svo að reyða fyrir, sko, bara því pegi, bara Snoop og Public Enemy, sérstaklega, og Tim Dog af ykkurum ástæðum sem er alveg mjög spes lending sko að reyða fyrir en það er meira svona East Coast. Já Tim Dog er rosalega og en ég upplifði mig bara sem svona eitthvað svona erindreka þungarokk sko. Þetta var alveg, ég var alveg frekar pirrandi típa með það, ég gat ekki hætt sko að grafast fyrir þungarokk, að tala þungarokk, að þrönga upp og fólki plötur og blandspólur og svona, ef ykkur fílaði One með Metallica þá bjó ég til 90 mínúna blandspólu sem var svona lög í svipum dúr eða svipum hljóðheim og ég merkti þetta allt rosa vel og ég bara alveg var í þessu þetta var rosa mikið svona einhver köllun sko. Hvað veldur þessu? Ég held að þetta sé sko, ég var náttúrulega ekki greindur með ADHD, ég var krakki og þetta var náttúrulega ekki, ADHD var engin pæling held ég árið 80 eitthvað en þetta er eitthvað svona rosa fókus á eitthvað eitt og að finnast ég að vera með eitthvað svona lykil af eitthvað. Þetta er ekki bara eitthvað svona smá einhverja bara? Sennilega sko, en þetta hefur reynst mig vel, skilur. Þetta hefur alltaf verið eitthvað svona sem yfirtekur ekki líf mitt þannig að ég fer bara af sporinu, en þetta er alltaf eitthvað sem ég get bara alltaf leita í og vera alltaf innblásin eitthvað nýju. Nú maður er gamall sko, svo maður eitthvað þungar sem eitthvað fólk sem er nýskrifið tweetet að gera og maður ég trú ekki hvað er að heyra sko, það er oft svo gott. Ég líka oft alveg grautfúlt sko og leiðilegt, en bara til þess að aðri kom hingað þá ég að taka upp hlaðvarpið mitt og við tölum í 3 klukkutíma næstu 2 plötu með hljónst sem að ekkert rosa margir kærisum sko. Hvað er hlaðvarpið það? Það heitir Stokkið í eldin. Stokkið í eldin? Já, Stokkið í eldin, þetta er svona íslenskun á Jump in the Fire-læginu með Metallica. Svo erum við líka með útvarpsþátt á X-inu sem heitir að sama en er bara allt önnur efnistök sko. Þannig að En fórstu þá eitthvað að spila þá líka sjálfur það? Já, það var bara að vera sko. Á hvað þá? Trommur, það lágur rosa vel fyrir mér. Svo bara einhvern veginn gæti líka sami lög og gítar þó ég var ekkert góður á gítar. Var með svona alltaf einhver riff og svona hugmyndir í hausnum sem ég bað síðan vinum mínum að spila bara betur. Og Helgi Seljan var í einn af fyrstu hljónstunum okkar sem heit Kristur drepinn.
sem harðasta nafn sem ég heyrt sko. Já. En þú segir, Kristur drepinn, er þetta satanist? Nei, það var bara náttúrulega bara rosa imponerandi fyrir ungt fólk að fara á móti establishmentinu sko. Við segjum að þjóðkirkjan og þú ert að fermast á þessu tíma þar sem ert að vera það öflugastir í ástríðinu sko. Á líku beinast við að segja þjóðkirkjunu að fokka sér og reyna að hneyksla fólk með að segja Kristur drepinn og fyrir alltaf að tala við mann það sko. Ég sá nefnilega eitthvað svona Instagram eða eitthvað daginn, YouTube eða eitthvað, það var eitthvað svona sértrúarsöfnu eða gaurar sko, þau voru að spila eitthvað ossið eða eitthvað aftur og bak og leita að setningum reyna að finna eitthvað, já. Og þeir fundu eitthvað sko, eitthvað Satan, étur ykkur öll, það var eitthvað svona fundu alveg setningu einbeittu vilji til að finna eitthvað já. Nei, en þetta samt, þú veist, ég hef nú alveg heyrt einhverja þættina hjá þér og eitthvað svoleiðis og þú veist, þetta alveg sko, þetta getur verið svakalegt að, þú veist, að hlusta á eitthvað þegar þið dettið í bara svona eitthvað són, það sem að það bara name drop hægri vinstri og eitthvað. Hver með þér í þessum þetta? Smári Tarfur. Já, og þarna eitthvað alveg og þarna, þú veist, bara muna eftir einhverjum sólóum af einhverju, þú veist, plötu frá því sko 86 eða eitthvað. Við höfum gert gítarsóló þætti sko, þá ertu komin helvíti djúpt sko í ruglið. Tókum Lífið lag sólóið, Friðrik Karls messóförtumæði alveg shreddar svo harkalega í svo lagi, það búið að elta mig síðan bad sko. Bara Lífið lag hann kemur inn af þvílíkum ofsa sko, þvílíkur fegur og nafni að við þurftum bara að vera með málþingum þetta, vorum næstum 2 klukkutum að tala sólóið hringdum í gítarleikar út í bæ maður og Þess að greina þetta? Já, þetta bara að greina þetta kraftaverk sko. Þetta kraftaverk? Já. Og ég veit ekki hvort að hann hafi heyrt þáttinu Þið reynduð ekki að ná í hann Ég næ ekki á hann sko. Ég held að hann eitthvað svona gúrú sem svífur yfir hann ekki með okkur með síma hann ekki með svona kjafta Já, Friðrik Karlsson Þú voru að reyna að tela Já, þessi gaur Hann hörbuxur löngu þannig að það var þeng sko. Já, nákvæmlega, ég meina var hann ekki komin í einhverja bara svona andlega gítartónlist Þú þetta að fara að tengja við hann á eternum hann þú voru að bara reyna að senda honum Já, senda honum Hann lítur á að skynja þetta eitthvað svona algjöri abakettir Er þetta ekki gaurin sem var í London eitthvað Jú, býr hann ekki þar og hann var bara hægri hönd fór að gera svona sjálfsjálfatónlist og svo ef Madonnu vantaði eitthvað fallegt þá var kannski eitthvað sem var að vinna með lag fyrir hann hafði bara hringt í okkar mann sko. Hann komið við Ótrúlega hann úr Messoforti? Minni það, já. Ég rosalega óminnur bara svo það sé sagt En ég meina, hvernig, þú veist þetta þá bara eitthvað fyrir þættina, þú veist, þið með bara, þú veist, albúmin fyrir framan ykkur eða ertu með, þú veist, tölvun að opna eða, þú veist, ekkert bara Nei, bara alls ekki, sko og það annað hlaðar, svo maður byrja að segja, eins og besta platan sem Arnar Eggert og Baldur í Skálmöld og Haukur Viðar Baldur sko á tölvunni til að vera með staðreyndir og hreinu og stundum langar okkur að hafa eitthvað svona inngrip en við förum bara á bullinu sko, á tilfinningunni og það sem okkur þykir mjög væntum með þegar við erum leiðréttir á netinu sko þá erum við að tala saman sko, það líka það sem maður sækir rosa mikið í og saknar af því að lífið snýst bara börnin og maður ennþá að finna út í því að lífið bara þannig og maður þarf einhvern veginn að finna sjálfum sig aftur þá heldur gott að eiga þetta nördalega ástriðu afdrepp sko sem þungarokki allir sinni dýrið sko ég skil þig sko þetta náttúrulega bara búið að vera hérna þú veist þá uppspretta þvílíkar gleði og hamingju og svo þetta náttúrulega líka þá bara í raun og veru að þú veist borga sig fyrir þig, ég meina þannig að þú veist í raun og veru bara að sko þú veist hafa svona eitthvað lífsviðværi af þungarokkinu. Þungarokkið hérna að gefa þér tilbaka. Þetta er ótrúlega nærandi sko. Í sína, við tölum að erum í einhverjum seinni hálfleik, þriðja leikluta fullorðinslífsins sem eitthvað svona faðir þá og hafandi byrjað frekar seint í krakkabransanum sko að alla börnin sko þá hefur þetta komið alveg fárlega sterkt inn sko fyrir okkur og líka tengja bara við yngri spámenn í bransunum, það náttúrulega alveg ævintýrlegt. Hvað eru krakkarnir gamlir? 2 rúmlega, 1 á 10. ári og 1 7. ári.
Er þetta 2 strákar, 7 og 10? Já. Eru þeir að tengja í rocki líka? Þessi eldri, hann er bara hann vill ekki gera það sem ég fíla sko. Hann er mjög sjálfstæður og mjög svona ég held að hann finnist pingu corny hvað ég er búin að kaupa, ég er svona all in í þessu svo maður sletti, en hinn er meira að forvinnast sko. En hinn veit allt þetta en hann hefur tekið þá afstöð að vera ekki Lummo og pappi sinn. Hann er ekki rockari. Ekki núna, nei. Hann byrjaði í rockinu og núna er hann alfarið í eitthvað svona bara eitthvað sem heyrir frá vinnu sínum. Er þetta rétt í heyrðum daginn að Ossi er að koma núna eitthvað fram með hjólastólnum sínum, já. Er það ekki? Jú. Á einhvern sabbatónlingum? Jú. Er þetta staðrind? Já. Ég meina, þarf hann ekki að vera hjólastól? Hún verið bara ekið hann inn af einhverjum hjálpafólki ímyndaði mér, sko. Hann getur ekki staðið. Já, er hann ekki Parkinsons bara... Jú, bara... Hvað er þessi gamall? Ég var að hugsa, lífið sem þessi maður er búin að lifa, hann bara eitthvað tórir. Það er ótrúlega. Hvað, en þetta er svona 8-ræður? Eða er hann yngri? Já, hann er ekki 8. Nei, hann er örugglega 70 ára gamall, eins og Rob Halford. Hann er búin að fokka sér upp. Hann er alveg búin að fokka sér upp og það sætir undrum að hann hefur gert þó þetta mikið, sko. Og ég hef alltaf tekið þann pól í hæðina að þetta var sagt svo mikið í gamla daga en fólk var að gera svona heilbritt eins og í dag. Það var alltaf að segja við mig að einhver þungarokkari eða rockari hafi farið svo illa með sig en samt lifi góðu lífi. Sjáu hvað hann lítur vel út eða hvað hann er orðinn gamall. En ég tortriði þetta mjög mikið, sko. Ég tók alveg heilsu vinkilinn á ég vildi ekki reykja og svona. Þú voru aldrei verið í ruglinu? Jú, áfengisruglu. Já, hættur að drekka það? Nei, ekki beint hættur en ég hættur að fara á fyllir og ég myndi ekki, ég fyrir ekki í ríki að kaupa mér eitthvað, ég veit ekki sem hvernig ég fór í ríki síðast, sko. Þannig að þú tókst bara ákvörðun það að minnka eða eitthvað svoleiðis? Já, eða eiginlega bara, við vorum bara ræðið í gær, ég held að bara að þetta er náttúrulega ekki svona hjá öllum og þetta er mikið blessun að börnin hafa orðið eitthvað svona flöskuháls fyrir kjaftaði, sko. Þannig ég þurfti ekki að vera svona, ég ætla að drekka, ég ætla að drekka minna, ég ætla síður að mæti þessa tegunda partíum, heldur bara einhvern veginn gerist það bara mjög lífrænt. Já, því það gerist ekki fyrir alkoholista, þannig að þú getur ekki verið alkoholista. Ég var einmitt að hugsa við missum bara börnin og allt frá okkur, skilur, og allt fyrir fucking klessu og fyrir drull, skilur. Já, ég er náttúrulega, það er erfitt að heyra það, ég er náttúrulega orðið vitni að ég er úr fjölskyldu sem að ég rifið mjög hressilega í flöskuna og mér fannst þess og ég væri með eitthvað svona þannig í mér hefur oft liðið vel blindfullur og ég er rosa góður, eða var rosa góður í að vera fullur mjög lengi og gerði vel ekkert að mér heldur en bara að vera bara, ég var bara fullur og fílaða og fannst ég bara bera mig helviti vel, sko. En já, góður að drekka. Já, góður að drekka, sko. En eins og ég segi, ég myndi ekki börnum mín hafa ekki séð mig með opin bjór, held ég, sko. Nei. Og þau myndi aldrei, þau ekki mætt mér þunnum eða... Just blessun það. Já, ég held að það hjálpi náttúrulega að hafa byrjað svolítið seint, sko. Í barneignum. Já, ég held að það hefur alveg kosta galla og í mínu tilfelli held ég að þetta hafi blessast mjög vel, sko. Að vera búinn svolítið með þetta. En mér langaði ekki að vera svona rockari, sko. Ég fór svolítið svona móti því. Já. En svona í mínu frítíma þá var maður alveg hauslaus og í einhverjum fáralegum aðstæðum oft, sko. En hvað starfar við svona dagstæðlega? Ég vinn hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Já, en áhugavert. Og er bara í því, sko. Og þessna var, já. Hvað er það að gera í velferðarsviðinu? Það er náttúrulega alveg risastórt. Ég þekki ekki nema svona 0,2% af því sem það er gert, sko. Já. Þannig ég ímynda mér að sé bara allt fólk sem fær þjónustu frá sveitafélaginu af því að það getur ekki einhvern veginn fungerað alveg 100% út af einhverju líkamlegu eða andlegu eða... Þetta er mjög viðamikið, sko. Þetta er rosalegt dæmi, sko. Ég aldrei, ég fór náttúrulega úr Landspítalanum yfir í þetta og þá sá ég hvað þetta er rosa viðfemt. En ég er náttúrulega bara með mínar 10 manneskjur eða hvað hann er og við erum bara alltaf hittast alltaf sama sömu íbúinir sem þiggja þessa hjálp frá okkur og eitthvað, ertu þá á einhverju sambíli eða svona einhverju búsetu úrræði? Já, þetta er svona meira svona búsetu kjarni sem vill heldur ekki gefa sjálf sér nafn af því þau eru það sjálfstæði upplifið sér það Er þetta einstaklinga með þroskahömlun eða geðrann vanda? Einhver með geðklóa alls konar fjölþættar greiningar, sko. Já. Þannig að ekkert er einskilur þannig að
með geðklofa heyrnarlaus þá kannski erfitt að fara beinan veg sko. Skömmir það, vera heyrnarlaus og með geðklofa. Ég held að þessum einstaklingi finnst það ekki sko. Hann rosa brattur. Þetta áhugavert blanda af því að sko, þú veist, ég var nú að vinna í G-batterínu í nokkur ár sko og þarna fekk alveg minn skammt af geðklofa þarna og ég held að bara í næstu því öllum tilvikum sem að ég man eftir, þar sem að ég var að þarna vinna með geðklofasjúklingum þá heyrðu þeir raddir. Já, það rosa algengt. Já, að heyra raddir. Já. Þannig að hvað ætli máli sé hjá heyrnarlausum geðklofa? Já, þú meinar. Já. Óverð. Ég hef aldrei velt þessu fyrir mér af því ég mæti þessum. Þetta náttúrulega huglægt sko. Já. Hann heyrir raddir. Já, það eitthvað, hann náttúrulega. En það bara spurning hvernig raddir hann heyrir. Svona einstakleikar oft með sitt mission sko. Þau alltaf að gera eitthvað, það alltaf að vera að klára eitthvað og svara eitthvað kalli sko. En eins og þessi heyrnarlaus einstaklingur bara sem dæmi, ég meina, heyrir hann ekkert. Hefur hann aldrei heyrt hljóð? Hann misti heyrnina í frumbernsku held ég, eða svona að hann var mjög ungur. Ok, hann heyrir ekkert. Heyrir ekki bofs. Það er ótrúlega pæling maður. Já. Hvernig allir hugsanir eru þá? Já, Hvað tungumál er það? Þannig hlýtur að virka að fara rosa mikið bara inn á svona tilfinningasvið. Já, en það er þetta einn af þeim sem að skiptir skapi svona mest en ekki á eitthvað svona það er ekkert eitthvað skaðraði sko en hann getur verið sár og reiður og þolumóður yfir ykkur og svona en hann er alveg reybrendi í tákmálinu sko og hefur alveg farið mikið þar sko fyrir þennan hóp sem er að tala íslenskt tákmál og bara ógeðslega flottur. En ég meina þú veist, eins og fyrir þig sem að bara, þú veist, einhvern veginn bara svolítið lifir og hræðist í tónlist að ég meina, þú veist, að vera heyrnarlaus. Já, það er. Hvort myndur þú vilja vera heyrnarlaus eða blindur? Þetta er spurning sem við fengið. Já, ég held að ég vil hafa sjónina sko. Myndi vilja, það er bara þetta er náttúrulega frekar heimspekilegt en líka oft alveg svona mikið treyji að svara þessu spurningu finnst mér. Því ég byrja að ímynda mig sjálf að missa annað hvort þá er ég bara rosa leiður í hjartanu sko. Og nú er ég bara að horfa á þetta fallega málverk og mér finnst bara snjór, ég er alltaf að hugsa snjó, ég dýrka snjó og horfa á snjó eitthvað, ég er bara alltaf að vera alveg hrikalegt að sjá ekki sko. Já, þetta er, þú veist, sonur minn að missa sjónina, skilja. Sonur minn er allur í einhverjum svona spurningum, þú veist, svona What if? Would you rather? Já. Og síðan sko, þú veist, og þetta er alltaf eitthvað svona mjög vafasama spurningar og þannig á endanum að þá eiginlega bara gafst ég upp sko, af því að þetta er oft einmitt, bara nákvæmlega eins og þú segir spurningar sem að fá mann bara í svona neikvæðar og vondar hugsanir, þú veist, hugsa sjálfan sig blinda eða hugsa sjálfan sig heyrnarlaus. Nei, ég vil ekki vera að kalla þetta til mín. Já, veist, bara hætti þessu. Já, af því við erum með öll skynfærin að svona tiltölulega beitt og funkanandi, þá náttúrulega erum við að tala frá mjög mikil svona forréttinda stað sko og þess vegna verður þetta svo ótrúlega hefi ef að þú myndir bara missa sjónina núna. En fyrir fólk sem að þekkir ekkert annað þá til dæmis, já, ég er til dæmis að vinna með manneski sem er blind og henni, hún vil enga svona vorkun og ölmus og henni finnst ekkert þetta. Sko. Hún sér hún ekki neitt? Ekki raskat. Sko. Bara svart? Já. Og aldrei séð neitt? Ekki séð nokkuð skapan hlut. Aldrei? Wow. Eldhress og bara, hún er að horfa á sjónvarpi, segir hún. Þá vill hún bara hlusta á eitthvað, nett. Já. Og hún segir við sjáumst Birkir minn og ég var að kynnast henni fyrst að segja við sjáumst og svo segi fyrirgeð, ég bara svo vanið að segja sjáumst til fólk að hún bara, nei, ég sé alltaf sjáumst og hætti svo kjáta þið þetta ekki með þetta væl þannig að hennar náttúrulega bara hennar heimur er blitrikur okkar þó að sé myrkurar. Ertu búin að prófa að segja inn í Stevie Wonder brandarann? Nei, hvað er anskotin? Hefur þú séð húsið hans Stevie Wonder? Þá segir þú, nei, ekki hann heldur. Hann er fundið fyrir því. Já, ég var að tala við Guðrúnu Bergmann, vinkonu mína í morgun. Hún fór mikið hennar hjá okkur maður. Já, hún er náttúrulega algjörnegla og hún vil meina það að við séum á leiðinni inn í öld sko nýrra tíma sem að vera að hækka á orkusviðið okkar hérna á jörðinni og hérna í vitund mannsins og við erum bara leiðin á okkur svona staði þar sem að við þurfum ekkit endilega að vera að beita bara svona hefðbundnu tungumáli
og þessi er oft talað þú veist, þegar að menn eru að hitta geimverur og annað frá hinum á þessum stöðum hvaðan sem þær eru nú að koma að þá eiga samskiptin sér stað telepatist og það síðasta viðtali hjá Joe Rogan, þar var einmitt svona whistleblower sem var að koma fram og hann einmitt bara á einhverju svona test range hitti bara fyrir geimveru sem að bara býr á þessu svæði sem svona líktist manni mikið en var ekki með nein eyru. Það var sketsuð upp mynda á honum, svona animeteruð mynda á honum, var bara útrúlega fríka, sko. Og hann átti samskipti við þessa veru, bara, veist, út á í einhverjum vegkanti, telepatist, sko. Og sama segir með hana, eins og frumbyggja Norður Ástralíu, sko. Þeir lágu bara í einhverjum runnum, bara í heilu vikurnar til þess að bíða eftir einhverjum hirti eða eitthvað til þess að veiða. Veist, þú þurftu að hafa alveg þögn, sko. Og þessir dútar, sko, þeir lágu bara, þeir hugsuðu bara til hvers annars. Og við erum nú svolítið hana. Þú ringir alltaf í mig í hugsunni. Já. Samt þetta bara við breiðalti. Og veist, hvað vitum við? Við sjáum alltaf bara einhverja X ljóstíðni og heyrum bara einhverja X hers. 20.000 hers eða eitthvað. Við heyrum ekkert frá það. Veist, en við erum bara að heyra bara eitthvað svona brota á öllu spektruminu, sko. Veist, kannski erum við bara umgríndir hérna bara einhverjum fígurum og álfum og veist, einhverjum risælum og þetta var spektrumið staðreind held ég en náttúrulega svo hitt fólk ekki sammálaði með álfa og svona telepatík og svona en spektrumið það eitthvað ekki ný pæling við veitum svo lítið sko og við sá ekki á mynd heimildamynd, hann var blindum maður hann enda notaði tækni þetta var heimildamynd hann gatt sko, hann rataði hann var algjörlega blindur hann notaði hljóð svona, eða smellur eða eitthvað og hann var bara farin að nema hljóð bara eins og hárungur, bara endurkast og hann lappaði inn í undir eitthvað svona paviljón í eitthvað svona almenningsgarði og eitthvað og lappaði þarna og gera eitthvað að smelli og svo bara sett skörið niður, bara störblindur og teknaði þetta bara upp bara kid you not þannig að aðlögunarhæfni mannsins hvað var það rauninni bara skinnfæri og veist, að eiga samskipti og tengjast og skynja umhverfið sitt við erum náttúrulega ótrúlegt fyrirbæri. Haldið það sé, ef ég myndi missa sjónum núna, haldið það sé óseint að ná upp svona þið hrigðin og deburinn svo ægileg missið svo mikið að ég myndi að komast út fyrir sjálfum það fyrir eftir hvað mikið vælkjói ef það er eitthvað að væl yfir í þá bara ferðu bara í eitthvað þunglindi ég meina það er náttúrulega eitt en síðan erum við náttúrulega líka bara á einhverjum algjörum hvarfpunkti það sem að sko, þú veist það er bara að gerast að sko blindir eru farinir að fá bara svona einhver VR-glerugu sem að eru bara, þú veist, tengd í einhverja taugar og bara, þú veist, þau sjá. Í alvörunni? Já. Er það ekki hugvíkuna einhverju tagi? Já, það lítur að vera. Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist... En af hverju erum við ekki að græða augu í fólk? Já. Ef við erum blind, hversu flókið er það? Ég minna, þú veist... Guðmundur Felix var einhvern veginn daginn, hún bara á með hendur. Já. Bara annar manna hendur. Já. Veist, augu, af hverju eru þau svona mikið vesinn? Bara, þú veist beintengt í heilan ég held þetta sé sko. örglega spurningum það eru svo margar gerðir örglega á ástæður fyrir blindu en það ekki getur náttúrulega verið bara eitthvað þú veist ónýtt sjóntaug eða eitthvað bara alls konar en ég meina, jú, það er eitthvað sem að held ég að sé einmitt á þarna svona líffæra flutningalista allavega í Bandaríkjunum veit ég fyrir víst að þú veist, ef þú ert svona líffæragjafi að þá, þú veist, viltu gefa úr þér augu þannig að þetta er klárlega notað í endurvinnslu eitthvað er réttum ofurtölva sem getur græðið þetta eins og allt annað einmitt Nei, en ég meina, þú veist, af hverju ættum við að halda að þetta sé einhvern veginn hápunkturinn á þú veist, þróun alheimsins að bara einhvern veginn, við erum bara komnir hingað og verðum ekkert betur en þetta. Við erum búin að ná glerþakinu. Já, einmitt. Þú veist, ef við skoðum bara hérna, þú veist, forfeður okkar, ekki bara, þú veist, hérna í gær og fyrradag, sko, heldur bara, þú veist, 10.000, 100.000, jafnvel milljónir ára aftur í tíman, það sem að við sjáum hérna, þú veist, einhver kvikindi sem eru klárlega skild okkur einhvern veginn og þú veist, hvernig í raun og veru líffræðin er búin að breytast og hvernig heilina okkur er búin að breytast að það er eins og bara, þú veist frændur okkar hérna neanderdalsmennirnir þeir voru með stærri heila en við þeir voru með stærri heila Samt voru þeir heimskari Ég meina, ég veit það ekki Það fyrir eftir hvernig skilgrunni heimskari en málið er að heilin á þeim hann var öðruvísi, þú veist, uppbyggður hann var svona meira eins og
svona einhver reiðhjólahjálmur þar sem hann var svona hallandi meira frétta hérna fyrir aftan meira hérna hjá okkur á meðan sko heilin hjá okkur búin að vaksa bara svona upp þú veist, hausin á okkur að stækka og framheilin að vaksa. Heldur við séum erðafræðilegt tilraun frá einhverjum svona Blue Avians gaurum? Já. Akkur þyrfti að vera svona ótrúlega löng og mikið af fólki. Tíminn er afstæð. Milljarðar. Já, við erum bara svo mörg, sko. Við erum alltaf að byggja eitthvað og... Já, það er svakalegt, sko. Já, var ekki Anunnaki hana sem var ekki talað um að þeirra erðabreytt í rauninni okkur og til þess að búa til þræla bara. Var það ekki pælingin? Var það? Já, við erum svona vinnumörar, við vinnum. Já, ég minna það bara nákvæmlega, þú veist, framleiðslu dýrið. Við erum bara dýrið sem bara framleiðir. Við stoppum ekki. Nei, við erum alltaf að og einhvern veginn bara, þú veist, búa til bara meira shit og meira drast og bara... Aldrei nóg gott. Já, alltaf að sko, þú veist, breyta og einhvern veginn gera þetta aðeins betur og aðeins betur, aðeins flóknara, er það ekki? Jú. Verður þetta ekki svona aðeins flóknara? Ég ætla að segja að því komin inn því voru að tala hjólreiðanar ef einhver að hlusta sem innblásin þessu hjólri að það er stórlega ofmetið að vera flott í hjóli skiljið mig, að því við viljum alltaf eitthvað betra fáðu bara ágætis hjól og lærðu að gera við það svona upp að einhverjum marki. Þú ert ekki með rafmagn á hjólinu? Nei. Bara ég verð gamall maður þá ætla ég að gera það, já. En þetta virkar allt, þá verð ég að gera eitthvað við þetta. Já, ég er alveg sammálaður. Allt lætum ég gera ekki eitthvað við líkamann, bara allt samfélag, all tækni, all þægindi bara, Birkir, gerðu sem minnst. Vertu bara hér. Það er agalegt. Sko, það er búið að einhvern veginn gera þetta svo auðvelt fyrir okkur. Það er búið að fría upp svo mikinn tíma. Já. Við einhvern veginn þurfum ekki að vera hérna, þú veist, í raun og veru bara á akrinum allan sólarhringin eða bara eitthvað, þú veist, að tína upp í okkur einhver fræ og rætur. Já, búið til forða fyrir veturinn og djöflast alveg. Já, þú veist, við erum bara komið með hérna tölvur og róbota sem að geta bara gert, þú veist, allt þetta ömulega fyrir okkur. Við getum með þess að láta senda innkaupin. Já, einmitt. Og við getum bara verið hérna í símanum 8 klukkutíma á dag. Ég er enda með 6 tíma skrínintæmi á daginn. Eru þið ekki að mönna henni inni? Ég er ógeðslega svangur. Eru þið með eitthvað snæðinga? Nei. Gulrættur eða netur? Ég er með sveppi. Mútt á sveppi. Já, nei, ég verð að láta það eiga sér núna. Ef þú borðar ná mikið þá getur þú orðið sættur. Nei, við bara því miður, sko. Ég er svo hrættur að ég fá eitthvað svona fall, eitthvað tægi, eitthvað svona... Ég skal gefa súkkulaði þegar þú erum búinir. Ok, suðu súkkulaði? Nei, þetta er hann að Maribó með svona Dr. Pepper inn í. Maribó með Dr. Pepper. Ég flaskaði þessu, ég var svo graður í að henda mér í þungarokki sko að ég þaut bara út dyrnar því að búin að skila af mér dagsverkinu heima og hérna var svona lengi að bara ærast af gleði sko. Og svo vissi ég náttúrulega Arnór var búin að segja mér frá 8 hérna og þá fór ég bara helt að áfram að hjóla og kom hinga og var alveg bara ótrúlega svangur. Hvað langaði meira að tala um? Sko, hvað brennur á þér? Mér er svo gaman að tala sko, við ykkur og almennt bara tala. Það er ekkert mál að tala við okkur. Já, ég finn það, maður er rosa velkominn. Sko Þetta er svona hlaðvarp ekki neitt, sko. Já, og það er ákveðin kunst að gera hlaðvarp ekki neitt. Þó að þessi er náttúrulega með hvað er að frétta flíeldunum í New Jersey? Ég er ekkert inn í þessu. Var þetta bara eitthvað glens? Nei. Vinur minn sagði að þetta væri við bara, djöflast eitthvað. Sko, þetta er allavega, ég get allavega sagt það að þetta er horfið úr meginströmsfjölmiðlum, svona mestu. Yfirlýsingar frá hinu opinbera er að þetta er hætt og síðustu yfirlýsingar eru komið frá forsetanum sjálfum að þetta hafi verið flíildi sem að FAA, en það ekki flugumferðarstjórnin, hafi í rauninni gefið grænt ljós á að þetta hafi verið okkar og tilgangurinn hafi verið í þá rannsókna. Sem að þykir mjög skrítið því bara mánuði 2 áður þá kom bara FAA fram og FBI og CIA og Pentagon og allir bara við veitum ekkert hvað er í gangi en þetta er allt mjög loðið. Þannig að var það eftir þarna forsetaskiptin? Já, það var eftir forsetaskiptin. Og þá var gefin út ný yfirlýsing? Þá kom hann bara því að Donald Trump hafði í rauninni lofað því áður en hann tók við að hann myndi bara opinbera þetta á degi 2.
hann vissi nákvæmlega hvað er í gangi, hann ætlaði bara að segja frá því og svo náttúrulega bara leiði eitthvað vika eða 10 dagar og þá koma með þessa yfirlýsingu og bara eitthvað algjört bull sko og það ríkir mikil svona reiði og gremja í þessum heimi. Já, ég meina bull það sem hann segir að þetta, þú veist, basically hafi verið bandarískir drónar í einhverjum, rannsókna tilgangi. Með leyfi sko. Já. En þetta náttúrulega bara hljómar eins og algjört bull, náttúrulega út af því að það var náttúrulega búið að spurja allar þessar stofnanir. Þeir neituðu öll, könnuðust ekki við neitt og ég meina ef þetta hefði verið í einhverjum rannsóknartilgangi og það hefði verið gefið leyfi fyrir þessum flygildum öllum, sko 600 til 800 talsins by the way, það eru tölur frá Ryan Graves. Ég meina, af hverju sögðu það bara ekki? Hversu flókið er það? Þannig að og svo náttúrulega bara, þú veist, út með flygildi sem að allt í hennu bara hverfa. Þú bara gufu upp, skiptum form, tvistrast, kljúast, verða að tveimur, verða að ljósnöttum. Þetta er náttúrulega ekki hefðbundni drónar sem eru bara eitthvað svífandi í 6 til 8 klukkustundir bara, sko, jafn stórir og Toyota Forerunner hérna. Veist, þetta á ekki að vera hægt. Þannig að þetta er allt mjög dúbjus og þetta er ekki hægt. Ég sá viðtal við bæjarstjóra í New Jersey, eitthvað stær, ég veit ekki hvað bær það var bara í síðustu viku og hann er bara fucking brjálar. Ég menn hann sagði þetta var bara yfir húsinu mín í gærkvöldi. Þetta var bara fyrir viku 10 Upplefa einhverja gaslýsingu af stjórnvöldum hana. Alveg rosa gaslýsing, nákvæmlega. Þannig að þetta er ekki hægt. Uppljóstarar eru náttúrulega búin að streyma fram. Held að séu komnir 10 stykki núna og það er mynd á leiðinni í mars. James Fox sem gerði þarna myndin atviki hann í Varganya í Brasilíu. Hann er að koma með mynd núna sem á að vera, og ég hef ekki talað þetta opinberlega, þetta á að vera eitthvað algjörlega groundbreaking shit. Myndin heitir Disclosure og hún er bara stútfull af nýju opinberu myndefni, semst ekta myndefnum og einhverjar áþreifanlega sannanir hérna sýndar og ég veit ekki hvað og þarna eru að koma fram 10-15 glænýr uppljóstrarar bara sko úr hæðstu stigum innan Hess og Lenny. Herðu, talandi hann hérna, James Fox, af því að þessi mynd hérna frá Varganya. Er það brunasárin á fólkinu? Nei, það er annað. Það er sunnar. Já, það er Amazon. Og það var líka, það var eitthvað svona 77 Já, það er lengra síðan. Já, þetta er eitthvað svona sem gerðist 96. En það er þarna, það er podcast sem að heitir No Rogan. Þannig að, þú veist, þetta er podcast podcast. Já. Þetta er sem sagt bara... Auðvitað þetta til. Já, þetta eru... Reaction. Já, þetta eru gaurar sem bara taka viðtöl frá Joe Rogan og bara greina þau niður í frumeindir. Altså, vinnveitir eða óvinnveitir? Sko, það fer eftir viðmælandanum. Af því að þeir tóku... Eitt útilokar ekki annað þar. Nei, þeir tóku viðtalið, af því að Joe Rogan tók viðtal við hann James Fox og þeir tóku það viðtal og greindu það alveg niður í öreindir og reyndu einmitt að bara svona véfengja... Ertu búin að hlusta á það? Já, og þeir voru bara eitthvað að reyna að véfengja allt sem hann sagði og þú veist, ég meina, þeir lögu engu svona alveg bara nákvæmlega eins og hann lög engu sko, af því að við erum þarna bara á svona eitthvað virkilega gráu svæði þar sem að menn bara, þú veist, trúa og trúa ekki og þarna, já, pointið mitt er að nú erum við í podcasti að tala podcast sem fjallar podcast. Þannig að spáði það, ef að þú tekur þetta síðan lengra í podcastið þitt og talar þetta podcast sem að talaði podcast sem fjallaði annar podcast. Þetta er bara eins og sketsin í Ármótskaupinu henni hitti fyrir að einmitt. Og þú veist, og hvað getum við náðu þessu langt? Einmitt, og hvað endur við í rauninni? Þetta er eilíðin. Hvað kemur úr þessu? Þetta er eilíðin. Þetta hlýtur þá að koma þannig að þú veist, að það verði talað þetta í þættinum hjá Joe Rogan. Já, það kemur aftur heim. Þetta kemur í hring. Við verum hérna til að, við verum vitnað því. Já, en þetta er þarna, það er eitthvað í gangi. Já, en ég meina, það sem að Trump sagði, það þarf ekkert endilega að vera lygi.
þetta gæti alveg verið satt en þetta náttúrulega bara eitthvað brotabrot af sannleikanum. Og það eru svona svolítið það sem maður að heyra, þessi gaurar sem að koma fram, þú varst með þarna í vitnaleiðslunum 2023, þar kemur David Frey og Ryan Graves og David Gross, þessi 3 gaurar hann í júlí 2023 og ég trúi þessum frásögnum því að maður sé líka bara líkamstjáningu hjá fólki og ég trúi því sem að Jake Barber að segja, ég horfði á sko lengri útgáfuna viðtalinu við þarna Russ Coulthard núna daginn Jake Barber, þessi stóri sem vorum að bíða eftir þyrluflugmaður maður horfir á hann og bara fucking guðurinn bara í alvörun að segja satt sko. Hann ekki að ljúga, ég sé það bara á honum því ég skeptikir í grunninn en það sem að menn að segja að þessi gaurar þeir fá að koma út til þess að segja ákveðin hluta af sínum sannleik og svo þegar þeir mæta öðrum spurningum þá það alltaf nei, þetta bara út fyrir eitthvað clearance, ég má ekki segja þetta þannig að þeir vita hvað með að segja og hvað ekki og svo þeim bara hleypt út í réttri röð til þess að skapa eitthvað ákveðna narratífu og í einhverjum ákveðnum tilgangi til þess að breyta einhverju úr einhverju stigma einhverju svona ridicúli það sem við erum bara allir með álhatta sem trú á UFOs og breyta þessu yfir í eitthvað svona ákveðin norm það verið að endur forrita mannin vitundina til þess að búa til eitthvað nýtt norm til þess að undirbúa eitthvað sem að mun sína sig og Jeremy Corbell þú veist hvað það Jeremy Corbell já, þarna fréttamaðurinn rannsóknarfréttamaðurinn hann sagði, ég sagði þetta nú í hlaðvarpsviðtali í síðasta þætti, þau tölum þetta hann sagði bara gráti næst í einhverju hlaðvarpsviðtali sem hafa tekið fyrir einhverjum 3-4 vikum síðan að hann var með einhverjar upplýsingar þetta svona gaur sem að fá upplýsingar alveg bara beint úr innsta kjarna sko og hann bara á lífi þessu gaur og maður bara skilur ekki af hverju hann var með eitthvað skilaboð það sem var nefnt í rauninni ártal á 2027 og það ártalið sem verður kynnt það ártalið sem verður kynnt sem í rauninni hlustaðu nú, það mjög stórt geimskip á leiðinni til jarðarinnar og ásetningurinn óljós. Voru ekki að tala endursetningu, endurræsingu eða eitthvað síðast? Svo bara allt innu komið eitthvað motherfucker skip hérna bara og svo bara sviðsett árás utan á geimnum og þeir bara taka heilu borgirnar og bæina hérna bara og allt þurrkað upp, skilur við? Það bara svona, það bara ákveðin fórnarkostnaði laðið fram. Sprengja Manhattan eða eitthvað? Já, Manhattan eða London eða eitthvað. Nú kemur ég þessu, af því að þú fyrir ekki greip fram í. Ekkert mál. Af því þið eru svo vel lesnir og ég var einmitt að dástaði sko þessum 2 UFO þáttum sem koma inn í röð að hvað þið viti mikið þetta. En ég kemst aldrei hjá því að finnast þetta vera alltaf svona bandaríkja miðað. Hvað segir Rússin þetta? Rússin alltaf að fylgjast með öllu og Kínverjum líka. Þetta nefnilega ekki bandaríkja miðað. Þetta sko, George Knapp sem að þjálfaði Jeremy Corbell til dæmis, hann fer mjög fræga ferð til Rússlands á sínum tíma og kemur tilbaka alveg drekklaðin á gögnum sem hann fekk bara frá KGB og lengra inn. Þetta rússar eru með retrieval program, Kínverjar eru með retrieval program. Þetta í Evrópu, mjög mikið í Englandi, Suður Ameríku. Þetta ekkert, þótt að við séum með kannski bestu aðstæðarnar, flottasta fólkið, flottustu fyrirtækin, Boeing, Skunk Works og Raytheon og annað sem eru bara svona enga verktakar sem eru bara að vinna fyrir bandaríkjastjórn til þess að reverse engineera þessi faratæki. Þetta náttúrulega allt bandarist og based í bandaríkjunum, þá eru þetta djúpríki sem eru algjörlega handan landamæra. Fyrir þeim engin landamæri, það skiptir engum máli og það mun ekki skipta neinu máli þegar endurræsingin á sér stað og við þurfum að fara að svara þessari sviðsettu innrás utan á geimnum þá þurfum að sameina alla afla, þá leysum við upp öll ríki því það fara allir á fucking hausinn. Þetta verður bara tekið og eðlufólki tekur þetta í bara eitthvað massíft corporation, það bara eitthvað BlackRock Vanguard hérna bara eitthvað að breytast bara í hérna bara eitthvað eitt fyrirtæki sem heitir bara eitthvað bara company eða eitthvað álíka og það bara eina fyrirtæki, þeir sjá bara allt bara við skulum berjast á geimverurnar, við búum til hérna processed matin ykkar, við erum allan lyfjaðinnan og við veitum hvað þið þurfum við
og við sköfum ykkur entertainmentið og svo Hunger Games og þar kemur náttúrulega Gísli Martininn, hann verður bara með Íslands Hunger Games alveg eins og fucking freak skilur með gestalistan á okkur vinstri sinniðu liði, þetta er það sem er að fara að gerast skilur, mögulega vilja sumi meina þannig að eða að það er það sem ég er nefnilega mjög trúaði núna og sá sem maður sem hefur alltaf verið mikil efahyggjumaður trúaður að þeir eru máttavild á? Já, Galactic Federal Já, þannig þeir eru á leiðinni maður og þeir eru hérna núna og það eru englar að hækka tíðni jarðarbúa og þeir leifu þessu ekkert að gerast þeir munu taka eðlufólkið Var Guðrún að tala um það? Þessi tíðni hækkun? Já, hún talar um það og fleiri en þetta er bara það sem að ég bara finn sterkt í hjarta minu sérstaklega eftir við tölum við sameiginlegan félag okkar sem talaði um þetta Galactic Federal 182 bara aðildarríki í þessu Galactic Federal og það er bara, það ríkir ekkert nema samkennd og ást og kærleikur og það er bara uppljómun það er bara aðgangur öllum vísindum heimsins við skiljum allt, vitum allt, elskum allt og þetta er það sem er verið að gera við okkur núna Ég vil ekki vita allt, persónulega en ég vil satt elska allt sko, þetta er ekki bara að vita allt, þú ert allt já En þetta er svona, þú veist, samkvæmt þessu er það ekki líka þá bara jarðarbúar eina fólki sem að er ennþá að sprengja sjálfan sig í tætlur Já. Ég meina sko bara löglegur hagnaðardrifin vopnaðinnar hversu fucking bílað er það af hverju má þetta? Já, þetta er svolítið klikkuð viðskiptahugmynd Já Svínvirkar Já, búin til klasasprengjur á alltaf við Já, við þurfum klasasprengjur Já, einmitt Já, það er ekkert stríð Oh, fuck Jæja, hvað gerum við þá? Eða búið til rennibraut En þú spyrir hvað ég myndi vilja tala um Ég hafði reyndar ekkert hugsað málið af því ég bara eiginlega trúði ekki að ég væri að fara að koma þess vegna væri alltaf kastið því ykkur mólum sko af því að hvað er það að segja? Nei, af því að þetta tók alveg sinn tíma líka einhvern veginn að finna tíma Já, og ég hugsaði nefnilega að annað fólk sem betur til þess fallið að tala um djúpríki og hérna, hvað segir, Galactic Federal Já En ég, sko, það sem ég var að segja ég er svo venjulegur á því, sko það er pappa hlutur ekki að vera fullur með ADHD geðheilbrigði bara landans og hvernig við komum fram með fólk bara á geðinu Landspítalanum og víðar hvernig köllum líður yfirleitt draugar, ég er með eitt draug svona áður við förum aftur inn í venjuleg heitin sko. Draugasögu? Já, eiginlega og hérna og svo er bara hjólreiðar og heilsa eitthvað að matara eitthvað ókvæslega leðilegt en svona og þungarokn alltaf, ég brenn fyrir því fiskabúr, ég brenn fyrir því en hérna og svona hluti sem að gætu farið í tögunar á einhverjum menninni að vera vegan og hérna Ertu vegan? Já og hérna og kynin og allt þetta en við getum kannski tekið það senna ég skal byrja draugunum bara til að Ég myndi ekki fara í kynin með mér sko Nei en það er alltaf góð þú veist ekki ykkur Já, við getum talað um kallkyni Já, við getum talað um kallkyni þekkjum það heldur vel Nei, það er alltaf að vera ósamlega með það er ekki vera hjól í mann sko. Nei, nákvæmlega Ég myndi aldrei gera það við þig heldur en hérna draugunin er heldur öflug sko ég er með 2 draug hérna sko Senast heimili afa míns sem er nú látin og amma árið skildu þau bjögana saman í fókeldu einbýlishúsi út á landi það er mikið að krökkum að koma og fara alltaf, bara opin hurð Þau byggðu húsið sjálf og endast rennir í að krökkum þau að 5 börn og svo getur marg alltaf það með 5 skilur vinir og það er allir að koma og fara og hurðin opin oft og líka niður í kjallara og þannig að kemur trekkur og það kemur ykkur rosa óbeldisfullu trekkur hana og amma sér bara einn af krökkunum með höndina í hurðastafnum og sér bara þetta er að fara að molna allt saman og hurðin kemur á fartinu bara og stoppar bara akkurat það sem krakkin þetta er fyrsta draugið sem ég heyriði sko sem mér, veist það að ykkur ætningi hafi sagt alveg Birkir minn sko, hérna, kom fyrir hér skilur. Fólk sá þetta? Já hún sá þetta og krakkanir. Var þetta saga sem að ammaðin sagði þér? Já. Og það var, ég held hún að ekkert verið með eitthvað svona agenda, sko. Og hún er kristin kona og hún veit að ég er alveg alls ekki þar og bara hérna gengst í raðir myrkrahöfðingjans og hérna, en þetta var ekkert svona, þetta kom ekki neinum umbúðum, sko. Gott þetta kom ekki bara því að var eitthvað svona, við vorum eitthvað vesenast, að fara inn út og gleyma að loka og svona trekkur og þegar við séum svona trekk og þetta er svolítið spooky sko og hérna
ég finn alveg, ég er að fá svona næringaskort sko, þannig ég byrja að segja sko alveg ógeðslega mikið og sleikja útum. Ég held að ég sé ekki með hérna full faculty hérna lengur sko, það má sletta, en hérna, já hún sagði, ég tók alltaf það svolítið alvarlega. Ná í súkkulaði fyrir þig, ja? Það var eitthvað manneskjan á hann sem... Já, ég næ bara súkkulaði. Nei, það þarf náttúrulega að vera vegan sko. Já, ég á ekkert vegan. Ég nákvæmlega, og hérna, ef þú ert gulrætur, epli, hnetur, fræ, eitthvað shit, þá er ég til bara í eitthvað, haldið þið bara á og drekku djús og eitthvað svona en já, hérna það sem ég vildi hún segir mig þetta og ég verið svona efahyggjumaður og allt, ég líka í gegnum þungaröku kemur svo mikið svona efahyggju ekki innræting en svona ef þú ætlar að sjá heiminn með réttu glerunum þá skal þetta alltaf byrja í efanum sko efast allt og reikna með þess að vera að leika á þig eða plata þig eða nota þig sko. Þannig að ég hef alltaf verið bara með trúabröð og drauga og geimveru bara gleymi þessu sko, ég nenni þessu kjátaði ekki sko, ég bara hér er skópla, við þurfum að gera ykkur hólu og hérna þurfum að smyrja brauð og bara fara svo að leggja okkur sko, ég nenni þess ekki en þetta var alltaf með mér og lengi þessi saga og var aldrei hræddur við drauga og eitthvað svona, en svo er ég fullorinn, ég held að sé nær 30 heldur en 20 þá er ég beðin að vera að gæta íbúðar eins fjölskyldumeðlims sem er að fara eitthvað út og segir Birkir, viltu passa meðan hérna ég fer út og passa húsið? Já, passa húsið og gott að vera ekki köttur hérna sem þetta líka að græja okkur svona og gott að vel bara að horfa bara kvikmyndir og hérna hlusta á þungarokk og drekka bjór og það væri bara það sem maður myndi gera hann inni og svo er ég einmitt ekki að drekka bjór og vinur minn er hana með mér og við erum, það sem gerir þess að sögu svolítið corny og kannski ósennilega er að við erum að horfa hrollauki, það er nú ekki gott það hjálpar ekki sögunni en er þetta líka á Reyðarfirði? Nei, þetta er inn í bænum, þetta er bara Reykjavík og gengt sófanum, það er baðherbergið, mjög lítil hérna íbúð og þannig að þú ert að horfa á sjónvarpið og það er að standa upp að labba inn á bað og sá að þessu sem er að horfa með þér sér að þú labbar inn í baðherbergið og ég er ekkert rosa mikið að fylgjast með þessu og mér dettur í huga viðkomandi sem er með mér hafi farið inn í eldhús sem er hægra með við baðherbergishurðina eða bara beint inn á bað og það var eina sem minn hugur hugsaði varðandi landfræðilega staðsendingu þessar mannesku og svo er ég bara eitthvað svona að gjóa augunum hana fram og sé að það er gengið inn í herbyggi vinstra með baðherbergishurðina er herbyggi sem er svefnherbyggi og ég hugsa af hverju er hann að fara þangað hann á ekki heim en á ekki erindi þangað en gott og vel, en ekkert að spá í því svo heyri ég sturta niður og þá renna með 2 grímur sko af því að ég hafði séð hann ganga henni inn í herbyggi og þá fyrir að hugsa, var þetta ekki hann? Af því að hann er inn á baði bara að skeina sig eða mig og sturta niður og kemur svo fram til mín og ég bara svona, fórst ekki inn í herbyggi? Nei, ég bara koma út af baðinu og ég alveg, já, ég veit þú ert að koma út af baðinu að labba ykkur inn í fokkin herbyggi sko og mér fannst þetta svolítið óhugnalegt sko og ég veit ekki henni það hér 47 ára gamall maðurinn að ég fór bara yfirgaf svæði sko. Já. Og köttin? Og köttin, bara í smá stund sko. Ég kom aftur morgun yndislegur ertu. Já, og netur maður, það er besti vinnur okkar, netur og bönur, allavega. Og hérna, já, mér leist ekki á blikuna, fór, bara þurfti kælingu, kom aftur morgunin og er hann áfram. Og svo gerist, í sömu íbúð, er í sofandi, þetta er meira draug sko. Meira svona bíódraug. Að ég er sofandi og gengur í illa festa svefn og ég ligg yfirleitt eitthvað svona hnipri í svona læstri hliðalögu með tillan á dýnuna veist svona og ég bara, það er ykkur bara hérna beint fyrir á mig. Það spúnaði þig? Já, bara svona loftspún en svona vertical loftspún og ég... Svona dræspún? Já, ásakið og hérna, ásakið og mér finnst þetta svo fáralt verandi þessi Eva skeptíski maður sko og þannig ég vil ekki kaupa epli hlýtur að þrífa þetta það er alltaf eitthvað þannig þetta er svona einmitt svona lífrandi epli píkulítið, svona ljótt og hérna þið afsækið þetta tæknimaður, fyrirgeðu, elsku vinur hvað heitir tæknimaðurinn? Mikki, það er Mikki já, og ég er alveg og ég reyna að íta þessar hugsun og kerfisbundið frá það sé einhver yfir þér já, af því mín bara innræting mín samfæring er að það er enginn nema ég og svo samt er ég ógeðslega hræddur ég skil þetta ekki, verðandi fullan maður akkur er ég svona ógeðslega fokkin hræddur
og þetta svona ofan á mig hér finnst mér og ég alveg heillengi og mér finnst þetta eins og ævin hafi liðið þar sem ég að telja í mig kjark til að fokkin snúa mig við sko. Ég ætla að snúa mig við, ég nenni þessu ekki það ekki til draugar það ekki til eitthvað handan heima kjaftaði ég nenni þessu ekki, ég þarf bara að vera kallmaður, stórstrákur hætta að væla, kæla snúa mig við og ég snýði og ég alveg frosinn, ég sé ekki neitt en þessi þetta bara, ég finn það einhver alveg í flútti við mig svona nálægt mér það var ógeðslega óþægilegt og ég beilaði, fór bara út aftur, ég bara gat þetta ekki sko. Var þetta í sömu húspössun? Já, sömu húspössun Hefur ekki séð svona myndir á svona Instagram eða TikTok eða eitthvað sem að draugar að nauðga Nei Það ógeðslega fyndið maður. Já, ok. Já, það var eitthvað svona hjón bara, þetta var bara svona kamera, bara í einhverju svefnherbergi hjá einhverju fólki. Draugnauðgun á einhverju tægi. Bara svona draugnauðgun. Bara einhverju gaur og allt í kella og allt í bara eitthvað, komið fullt sko. Svo allt í bara vakna hann og bara, byrja eitthvað að lemja manni sinn. Já. Fór aftur og svo, gerðist þetta aftur. Alveg fríkað sko. En það sem ég nauðgað af draug. Draug var, hann reif hann ekkert úr fötum, hann var að taka hann í doggi og eitthvað. Draugun sást ekki, hún var bara eitthvað, ég held að ég sko hefði ég snúmið við, bara svo ég sé bara fari all in hennar með ykkur og þú verið heppin hann sko. Já, áhafði hvort ég trúis eða ekki sko. En þá fann ég heldur ekki einhver svona þörf til að koma við að finna hvort það væri einhver þrývið manneskja eða einhver holdi klætt. En þetta var óþægileg og vond orka. Það var rosalega mikið þyngsli á mér og svona væri bara einhver ógeðslega nálægt mér og ég gat mikið hreyft sko. En þegar ég sneri mig við þá var þetta alveg ótrúlega óþægilegt og þannig ég bara ekki drukkin, ég bara passa hús sko. En hvað, hefurðu rætt þetta við þarna ábúendan? Já. Og hvað, tengir viðkomandi eitthvað við þetta? Ábúendi tengir við þetta held ég ekki lent mikið eins og ég og tekur skrefið lengra en ég og fær einhvern særingamann Nei, hvað heitir það? Ég svo þreyttur og vannæriður eitthvað sem tala við einhvern á handan, hvað heitir það? Miðil, já. Og miðil finnur eitthvað út úr svo mann ekki alveg hvernig það var, þetta var einhver ættingi, einhver afið eða einhver gamall frændi, einhver djúlin sem bara neitaði að fara. Já, eitthvað þannig, ég náttúrulega fylgdi ekki að sögu eftir af þetta passaði alls ekki inn í mína sín á heiminu sko en ég þurfti samt að fara af því mér fannst eins og eitthvað væri rosa nálægt mér og lét mikið vera sko var bara á staðnum eitthvað Ég meina, af hverju ósköpunum ætti þú veist, rými ekki að vera með minni þú veist rými also tóm Já, ég meina eins og bara hér tóm inni sé ekki tóm það er eitthvað inni og fylla þetta út Já, ég meina hér eitthvað svona skilgreint rými Já, en þetta það sem við töluðum daginn það er náttúrulega bara búið að sanna það að rýmið í rauninni afinn efnislega Já, að rýmið þetta net, þetta möskvi Já, og í raun og veru það sem að gerist í þessu rými þú veist, það skilur eitthvað eftir sig og þú veist, ég meina, ég man eftir því að ég tekur á móti og gefur orku Já, að ég þarna var að hlusta á eitthvað viðtal við, þarna, þetta var einhver svona special ops gæi sko, sem hafi verið að ferðast þarna, Afganistan og Írak alveg þarna í stríðinu sko, og bara séð allan andskotan og hann sagði að sko á sinni ævi að þá hafa hann sko fundið fyrir 2 stöðum það sem að hann bara sagði að ég bara fann fyrir og hann kallaði þetta bara ilsku ég fann fyrir bara pure evil Já, þú veist, fyrsti staðurinn það var í Gettysburg í Bandaríkjunum það sem að, þú veist, einhver viðbjóðslegasta, blóðugasta og hrikalegasta orusta Bandaríkjasögu átti sér stað Já, þetta var eitthvað bara, þú veist eitthvað 50.000 manns eða eitthvað sem að drápist þarna á einhverjum 3 dögum bara í svona einhverjum muskettum hérna bara í eitthvað, þú veist, 15 metra færi bara eitthvað og eitthvað framhlaðningar heyrðu það svo sjúkt Já, og ég meina þarna, heyrðu kameran út fyrir myndaðalni afsaki en þú dörglar með flottan rass ég er með skíðarass en þar einmitt sagði hann hafði bara skynjað bara, þú veist, hörmungarnar og ógeði sem átti sér staðana og hinn staðurinn var þegar hann var í Írak og var að reyta þarna
höllin, þú veist, einhver af þessum höllum rétt eftir sko byltinguna, eftir að þú veist Saddam fór og flúði og það var þetta semst ein af höllunum sem að þú veist einn af sonum hans þarna Útey hafði átt sem að þú veist var bara einhver viðbjóðs sadisti og hann var bara með eitthvað dungeon í kjallaranum það sem að bara, hann kom niður og það var bara eitthvað, þú veist, eitthvað rúm og einhverja keðjur og bara, þú veist, eitthvað ógeð í gangi og hann sagði bara, ég kom að það niður og ég fann bara hreina ílsku. Þannig að, þú veist, bara hörmungar og eitthvað svona tilfinningar, þetta bara getur setið eftir, bara, já, bara alveg eins og þetta getur setið eftir í líkamannum á þér. Þá getur þetta bara orðið eftir einhvers staðar það sem þetta gerist. En þið finnir líka bara að þið komið inn í rými þar sem kannski fólk búið að vera að standa í rifrildum og annað og börn finna þetta náttúrulega bara að það kom inn í rými það sem að foreldrar að hafa verið að rífast þú kemur bara inn í rýmið og börnum náttúrulega eru næmari þú bara finna bara þau styrna upp sko og hérna, ég meina Guðrún Bergmann sagði við mig í morgun, hún var að tala í rauninni máttinn og útgeislun hjartans og þetta öld hjartans, við þurfum að fara að koma okkur núna úr haus niður í hjartað og að hjarta geti geisla frá sér orku upp í 1600 metra. Já. Það máttur hjartans. En sko, ekki líka talað að í raun og veru hjartað sé í raun og veru, þú veist, þetta hliðið að hinum æðri orkustöðum. Jú, nákvæmlega. Og þetta einmitt, sko, þú veist, þessi umbreyting sem að bara að gerast. Já. Þú veist, það hérna bara mesta myrkrið rétt fyrir sólarupprás. Við erum bara í uppfæslu núna. Og það bara, þú veist, viðspyrnan sem að við finnum. Þetta bara, þú veist, dauðateyjur hjá þú veist, afkróuðu villidýri. Já. Sem að bara að berjast fyrir lífi sínu. Já. Og ég meina, menn eins og Trump til dæmis, þarna þá að koma kannski sem málsvarar fyrir þennan gamla tíma. Já, það náttúrulega bara eitthvað sem eitthvað skoðunumál. Mér finnst bara, flesti þeir sem á móti Trump, þú veit ekki svona af hverju þeir á móti honum. Já, Trump náttúrulega kannski, þú veist, að vissuleiti. Það opna Ég meina, ég var að rífast í konunum minn þetta á hann. Ég kannski ekki rífast, ég meina, veist, ég var djúpt nexlaður, bara í alvörunni erum við þarna. Já, skilurðu? En ég meina, þú veist, ef við myndum segja að Trump það í tísku að hata Trump. Já, ég hata ekki Trump, en ég meina, ef við ættum að skipta, þú veist, ef við tökum einhverja dúalíska umræðu, það sem að, sko, ég meina, Trump held ég að væri meira málsvari efnishygjunar en andans. Það á eftir að koma í ljós. Akkur þarf að koma í ljós? Að því það svo mikið transition ferli í gangi núna. Veist, ég er ekkit eitthvað endilega eitthvað Trumpari sko. Veist, og það eitthvað svona hugtak sem allt í hennu komið sko. Ég er ekkit eitthvað pro-Trump. Það komið á þig, menn. Hvað segirðu? Að þú sé Trumpari? Já, það svona margir sem vilja meina það sko. Okay. En það ákveðið transition ferli í gangi. Ég meina þú veist, þegar Barack Obama veist, var forseti Bandaríkjanna, var ekki bara 1 tímabil? Nei, 2. Var það 2 tímabil? Já, okay. ég held það. Á allavega þessum tímabilum, eða bili sem að hann sat í embætti, þá fekk maðurinn ekki bara friðarverðlaun Nóbels, heldur startaði hann 7 ný stríð. Veist, og hann var bara eitthvað bara maður frelsis og umburalindis, það var alltaf bara til að maðurinn var dökkur og hörund sko. Hann líka myndalegur. Já, sjúklega myndalegur og vel að máli farin og miklu skemmtilegur en Trump. Trump hundleðilegur og kann ekki einhvern veginn að koma fram að tala hann svo fucking fábjáni en þetta, ég held að svolítið eftir að koma í ljós hver þessi þróun verður sko. Og þarna kemur kannski mögulega Galactic Federal inn. Ég held að hann sé móttækilegur og með móttækilegt fólk í kringu sig. Eða þetta allt psykopatar sko. Já, sko. Eins og þú nefndir þú veist með hana Facebook-dútan þú veist með Musk, svo veist með Bezos, svo veist með alla þessa dúta standa bara í röðum sko. Veist, og opna dyrnar. Og það bara annarkvort með þess að gauðra. Annarkvort þetta psykopatar og bara eðlufólk eða þetta boðbera friður og ljós. Það ekkit annað en að milli sko. Já. Og það á bara eftir að koma í ljós. En akkur geta ekki verið svona komplexaðir eins og við? Akkur annarkvort? Að því að það bara
annarkvort psykopatar eða bara uppljómaði menn fullir af kærleik og samkennd sem koma sér í þessa stöður. Já, ok. Því okkur hinum, okkur stjórnað af 8. Hvort þú gúttir að það eða ekki. Okkur stjórnað og við erum takmörkuð af 8. 8 við álit annara, 8 við að mistakast og við erum ekki sko vitandi hversu megnug við getum raunverulega verið og hversu mikla breytingar við getum haft á samfélagi. Þannig að við erum fjötruð. Bara, sorry, þannig það bara. Já, ég tek alveg undir það, sko. Að mismiklu leyti, skilur við. Og ef þú ert ekki til í þetta, þá ertu lamin og lokaður í búri. Já, það bara frelsis. Svo annað í þessu, ef þú vilt hafa raunverulega áhrif á samfélagið og ert fjölskyldumanneskja, þá þarftu ofta að velja og hafna. Þú getur ekki verið að hafa eitthvað stórtæk áhrif á nokkuð skapar hluti, þú ætlar að vera til staði fyrir börnin og makaðin, sko. Það held ég ekki hægt að fara báðar. Ef þú ert með fætuna í báðum þessum heimum, þá verður ekkit úr því sem þú ætlar að Ég held að Elon Musk sé til dæmis að vanra ekki börnin sín. Ég held að sé alveg ótt að segja það. Ég engin öll þessi 12. Já, ég menn þetta þetta bara, en ég menna, þú veist, já, þetta algjörlega mjög umhugsunarvert. Ég var einu sinni að spurði hvort ég vildi ganga í raðir eins stjórnmálaflokks eða vera svona, hvað heitir á kjörskrá, bara svona á lista. Já, bara eitthvað svona sem eitthvað svona IRS og ég myndi aldrei geta sett mig inn í svona hluti, að fara að lesa allt og vera með að hreinu einhver álitamál hverju sinni og svona, því ég bara mér finnst að vera faðir bara alveg brjálaðislega krefjandi, sko. Og fyrir utan, allt þetta sem Þú þarf náttúrulega að brenna fyrir þetta. Já, stjórnmálin eða samfélagsmálin. Og hafa mikla trú á máttin í kerfinu. Ég hugsa maður kannski brenni fyrir þetta, en það bara búið að ýta þetta til hliðar. Það var ekki með einhverju handafli, það bara. Og ég líka þekki fólk sem líka foreldrar, en það ýttist ekki svona til hliðar, skilju. Það sem sagt, ekki alveg búið að kaupa að ég pabbi eða veistu, elska börnin sín alveg svo við gerum, væntanlega, en þau geta samt verið með látið aðeins eiga sig, sko, og finnst ekki eins og sé verið að rífa sig úr fjölskyldu hamnum í rauninni. Þetta fyllir mjög mikið í lífiðinu, börnin. Já. Alveg svakalega mikið. Rosa mikið. Ég held að hjálpi líka með ADHD, sko. Það var ekki, það mér helviti erfitt, sko, ADHD oft. Þetta algjör háskóli að eignast börn ef maður nálgast þetta á hennan hátt, sko. Og mjög heilandi líka. Já. Maður kemur inn í þetta hlutverk með alls konar djúst tráma og vilsu og maður bara einhvern veginn í gegnum kærleikin sem maður einhvern veginn bara, finnur gagnvart barninu sínu. Hann er svo skilyrðislaus að það svo mikil heilun sem á sér stað. Og maður fer að vera sterkari og geta dreigið mörk gagnvart dysfunctional fólki. Því það ekkit annað, það bara eitt mission. Og það missionið bara að koma að þessu kvikindi bara á eitthvað stað sem það orðið skilvirt. Og líður vel og traust og bara sterkt og sjálfbært. Það missioni, sko. Allt annað bara aukatriði og skiptir engu máli í rauninni, sko. Þetta svona einmitt að það ekki fyrir heilbrigðan einstakling ætti það að verða, sko, bara mesta gleði lífstíns þegar, sko, sonuðinn eða dóttiðinn þú veist bara allt í einu orðin. Já, bara, þú veist, tekur meir en þú í backpressu og þénar meir en þú á vinnumarkan. Já, og mögulega hamingjusamari en þú sjálfur varst þegar þú varst þessum andar. Já. Það líka það, sko. Og hefur ekki fengið að alast upp við einhver stöðu, einhverja raðir smá áfalla eða stórum áfallum, eitthvað sem við kannski sem foreldrar þeirra hafa kannski upplifað einhverju leyti. Þetta hafa bara fengið að upplifa félagslegt, tilfinningarlegt, andlegt, fjárhagslegt öryggi, skilurðu? Já. Þetta sé bara sjúklega dýrmætt. Þetta missioni, sko. Alveg klálega. Þannig ræktar þinn eigin garð, sko. Raunverulega. En það sem nýtt náttúrulega í þessu að það annað fólk að reyna að rækta börnin mínu utan. Það var ekki þegar við vorum. Nei, hvað meinar með því? Bara, fjölmiðlar og áritið og símar og neti og svona. Já, en þá kemur samtalið mjög sterkt inn. Og hvernig ertu sjálfur að haga þér í kringum börnin? Ertu að sjá börnin eða ertu sjálfur hérna, sko? Það ekkert síma kjaftaði heima, sko. Eins og komið maður má ekki vera að setja sér háan stall og en eins og komið þetta þannig heima, en það sem ég á við sko að það sama og þetta oft í samtalinu uppeldi yfirleitt, þú getur staði
eins vel og þú getur og ert ánægð með sjálfa þig af því þú ferð eftir þínum eigin kokkabókum hvernig ætti að alveg upp og því finnst þú vera tjekki öll bóksin en á sama tíma þegar þú ert ekki hér með barninniðinu þá alls konar annað að pota í það sko utan í gegnum svona græður og það svona ég held að ég og Arnór talaði þetta áður að þetta barátta sem ég ímynda mér sér töpuð sko þó að drenginu mínu sé ekki með snjallsíma og ekki með óheft aðgengi að netinu og neinu tægi þannig þá sá elsti bara að detti í tíuna sko það svo mörg ára eftir það sem ég mun ekki og konum minn getum ekki hlíft þeim frá þessu sko Nei, en þessi krakkar dóttir mín sem 15 ára veist, það ekki nóg fyrir mig að segja við hana heiðskan, þetta óholt ekki gera þetta ég þarf að útskýra fyrir henni af hverju sko og sanna Já. Og það hefur með boðefni að gera veist, hvað eru við til dæmis eins og með TikTok veist, hvað eru við að gera þegar þú ert allt í einu þetta hefur með boðefni og athyglisgáfu hvað eru við að gera þegar þú ert allt í einu fann að skrolla bara við erum að tala sekundu athyglisspilið frá ATB þetta 1 sekunda og hvert einasta skroll einn lítill mikroskópisku dropi á dópamini þetta boðefnasvindl og því meira sem við gerum þetta því háðari verðum við því og því meira sem við gerum þetta því minna verður athyglisspannið okkar sem gerir það verkum að við eigum erfitt með að sitja í tíma og hlusta, taka á móti nýjum upplýsingum því við erum ekki með athygli til þess að hlusta lengur en 2 sekundur það kemur athyglisbrest þetta athyglisbrest Já, en verður þá ekki vera svona það framlega stundi svona ráðandi skóli hugsunar að þú átt ekki svona að kenna börnunum að leiðast þeim ábæra leiðast þeim á að leiðast og þannig kemur okkur leitist alveg fokk mikið oft sko. Ég fer upp í skóla til dóttur minna hennar réttarskóli, það ekki símabann þar þetta þetta bara 8., 9., 10. bekkur þú labbar hérna inn og þarna bara eru allir í símanum alltaf og þau vilja meina starfsfólki og kennarinn nú ekkert að plammera þau að þetta sé bara töpu bara þau hafa reynt símabann og það sem gerðist var að starfsfólkið sem eiga að vera tengjast börnunum á kærleiksríkan hátt þau voru bara komin í stríð og stapp þau voru bara orðnir að einhverjum svona fangavörum einhverjum svona gangaverið bara þau voru bara að rífa síma af krökkum hægri vinstri, þetta var bara ekkert hægt En það ekki eins og með alla byltingar, það alltaf nesti í smá tíma þetta til að komast yfir hjallan en ég meina að þú veist, það ekkert endilega að sko byltingin bara takist yfir höfuð Nei, það alveg bara ótrúlega langur listi af misefnuðum byltingum Já Ég held maður þurfi bara að taka spjalli og segja bara, þetta eins og með chat GPT eða hvað þetta heitir skilu, við erum alveg að nota þetta Ég hef ekki notað það sko Nei, þetta algjör fucking snill og ég að hjálpa stelpunum með ritgerðir og annað og kona mín var einmitt þarna sem þú ert að lýsa bara, nei en ef ég að fara að hjálpa henni með eitthvað ritgerð um eitthvað ákveð og ég kannski ekki alveg inn í hvernig byggjum maður þetta upp við þrykkjum bara út nefnir ritgerð og svo bara lesum við okkur í gegnum þetta, skoðum þetta, já ok, þetta á að vera svona uppbyggt og svo bara byrjar hún að skrifa við getum notað eitthvað sem upplýsingum þetta bara komið til þess að vera við erum bara að breytast í einhverja hæbreyta hérna og við þurfum bara að fara að taka á móti þessu en við þurfum að fara að gera það þannig að það sé nota sem hjálpatæki en ekki sem í rauninni svona main drive force En ef þú tekur ekki á móti þessu og ert það sem er kallað svona Luddite þá ertu bara mormóni En heldur þið myndi þá líða illa fyrir vikið? Nei, alls ekki Þið rekast á og hérna eitthvað fara misu eitthvað Nei, en þá þarftu bara að vera helst upp í sveit og homeskúla barnið þitt, skilur við Þú veist þú þarft allavega virkilega að hafa mikið fyrir því. Við höfum tekið vitalendna við manneski sem hafa einmitt homeskúlað og svona stundar svona highlightis lífstíl Hérlend? Hérna, já, í Íslandi, já, þetta er alveg hægt, það er alveg fólk sem gerir þetta en þú þarft að vera fucking on point sko. Það þýðir ekkert fyrir þegar við erum í vinnunni 10 tíma á dag sko. Þú verður bara að vinna lítið vera mikið til staðar, þú þarft bara En finnst ykkur þess að sé að koma eitthvað svona vitundvakningi að reyna að vinna minna? Ég reyna að vinna sem minnst. Já, það er alltaf stytning vinnuvikunar, ég veit ekki alveg hvað koncept það er, en jú, mér finnst það. Eins og þú varst að tala áðan, ég ætti ekki vera hræddur við að segja eitthvað svona, en ef við skilur, ef maður trúir ykkur, ég held að vinna... Þú átt ekki að vera hræddur við það, sko? Nei, ég hugsa að vinna sé bara rosa mikið mein. Já, ég meina, ég bjó í Danmörku í 15 ára, ég meina, svo kemur til Íslands að vinna allir miklu meira. Já. Veist, ég var alltaf búinn fyrir 3. Þetta er náttúrulega bara eitthvað það var alltaf dagurinn framundan þetta er quality, lífskeiðin felast í tíma sérstaklega fyrir fjölskyldufólk en ég meina, þú veist, þegar einhvern veginn allt þitt virði hangir á einhverjum, þú veist, titli
að þú þarft ekki annað en að bara, þú veist, labbi gegnum kirkjugarðin, að þá það, þú veist, að eina sem að stendur, þú veist, það nafnið, hvernig hann fættist, hvernig hann dó og hvað hann gerði. Það bara, that's it, sko. Skipstjóri. Skipstjóri, já. Það bara það eina sem skiptir máli. Í mínu tilfelli kem ekki neitt, sko, bara Birkir Fjallaugason. Það væri bara fættur og dó. Af því að maður ekki með eitthvað svona óbyrbelan titil sem festur í eitthvað svona metorða dæmi, sko. En kannski það sé að segja, þetta snýst samtal. Já, en ég meina að hugsa í botn og grunn, þá endar það bara með eftir nokkur ár, stelpa mínu 15 eftir 2 ár, þá bara hún orðin bara sín manneskja hún verður að læra og vita og geta dreigið mörkin og valið sjálf. En núna, nú svona aukin, hvað sem svona það aukin umbörðalítið fyrir svona að vera harður að passa eitthvað, bara samanber svona hægri áherslur eða svona meiri andi þeim megin og samfélagið svona fara að þanga svolítið svona verja þig og þína og allt þetta dæmi og sem alveg gott og gilt það svona aftur í rætunar og hérna hættu þessu bulli og einföldum hlutina af hverju þorum við ekki í þetta tæknidrasl, af hverju viljum við ekki venda börnin okkar sjálf frá þessu ægivaldi og ægiáhrifum sem koma úr þessu jökkjöld. Því ég heldur síðan sjálfar. Nei, við erum bara... Akkur viljum við ekki taka það stríð í raun, sko? Við höldum, þú veist, þetta frelsarinn. Tæknin frelsarinn. Já. Það tæknin sem að frelsar oss frá illu, hérna frá helvítis vinnunni. Já. Við þurfum ekkert lengur að standa á færibandinu og við þurfum ekkert lengur að, þú veist, gera þessa ritgerð og við þurfum ekkert lengur að, þú veist, vinni í þessu apoteki af því að það bara, þú veist, komið hérna einhver tækni sem bara sér þetta fyrir okkur og við getum bara, þú veist tekið okkur hérna styttingu vinnuvíkunar og bara, þú veist farið á TikTok lesa. Nei. Svo bara förum við á TikTok og við erum hægt að lesa, sko og Temu og hérna, þú veist, fáum þetta bara heim til okkar þú veist, þurfum ekki að hreyfa okkur og erum bara hérna, þú veist en við horfum á æfingamindbönd það mesta rugglega að þurfi ekki að hreyfa sig ég held að það sé mesta en ég meina, þú veist, spáið í hérna þú veist, við situm hérna og ræðum saman þú veist, ég þarf bara míga, sko má ég spræna út í garðið það? Er það illa að sé? Nei, farðu bara að pissa og við þið takið þetta við höldum bara áfram en þú veist, ef við hugsum bara þú veist, þessa vitund sem að við erum og við höfum þú veist, og hér erum við saman með, þú veist, einhvers konar samvitund og svo tökum við upp síman og þá allt í hennu bara vitundin komin inn í skjáin við erum bluetooth-aðir hérna og þú veist, vitundin ekkert lengur til staðar, vitundin komin eitthvað bara, þú veist, á netið ótakmarkuð, 360 gráður einhver staðar bara, þú veist allar upplýsingar heimsins, aðgengilegar einhver staðar, þú veist, lengst í burtu og ég bara ekkert til staðar vitundin bara horfin og þú veist þannig að það bara svona á sér stað einhvers konar rof það einhver fyrring hérna á milli okkar sem að bara, þú veist, komin í skjáin en svo þetta svo auðvelt ég búin að vera að kúpla með aðeins inn í hugleiðslu núna á 9 ári eftir svolítið hlið þar, sko og það okkur svo eðlislegt og það svo auðvelt að fara bara tilbaka í hugleiðslu það sé að segja, Birkir það svo auðvelt, núna á 9 ári þá ég búin að vera að fara svolítið tilbaka bara í svona basic taka 30 mínútna hugleiðslur á kvöldin og ég var svolítið komin úr þessu og ég var að sofa illa og draði mækin að þér út órólegasti viðmælenda sem við erum með þú bara var klóstið, við fórum að fá að borða skiljuðu, bara ætlum að standa upp þetta geggja partí, sko þetta rosa kvati talandu núvitundina nei, það sé að segja það okkur svo eðlislægt að setjast niður og æfa athyglinna og leggja hana bara á andardráttinn og svo kemur einhver hugsun og svo leiðu ég átta mig á því ég komin að ok, ég fyrir tilbaka í andardráttinn og ég geri þetta bara aftur og aftur og ég með tæmir á kannski 30 mínútum og okkur þetta svo eðlislegt og þetta svo hreint og þetta svo heilandi fyrir taugakerfið, fyrir bara allan líkamann, fyrir hugan, fyrir svefnin þannig að það þarf ekkert rosalega mikið þetta hægt að gera samhliða tækni og ChatGPT eða hvað þetta heitir allt þetta snýst allt jafnvægi maður mér finnst, það skortir væntanlega jafnvægi og eins og með alla byltingar þá þetta hrátt og það ekkert eitthvað annað eða, sko nei, ég veit
Mér finnst samt alltaf eins og sé verið að taka okkur frá hvort öðru, sko. Það er tengslaróf, það er verið að stuðla að tengslarófi. Já, mér finnst við aldrei þannig hefur líka yfirvald meira valdi yfir þér. Því ef þú ert ekki tilbúin til að leita hjálpar eða leita samstuð innan hópsins, þá ertu einn og þá ertu vanmáttugur. Já, ég meina það er bara búið að einkavæða samfélagið, það sem að það er bara hver og einn komin með sinn skjá, helst bara inn í sínu herbyggi með bara, þú veist, sitt personalized chatroom og sko saminu stöndum við, sko. Já, einmitt, en það er einmitt þetta, þú veist, þá er hver og einn orðin bara, þú veist, svona ákveðin neyslu eining. Já, neyslu eining, vel orðað. Þannig að sko, þú veist, það er hægt að fá meira út úr fjölskyldunni sem, þú veist, 5 einstaklingum en einni heild. Já, auðvitað, framleiðnin og neyslan. Ég meina, það er miklu ódýrara að þú veist, elda bara 1 grjónagraut fyrir alla fjölskylduna í staðin fyrir að 1 fái grjónagraut og 1 fái seriós og 1 fái havragraut og 1 fái þessi steik. Þú veist, þá ertu bara að koma með þarna bara, þú veist, þvílíka framleiðslu. En, þú veist, saman, að þá er þetta bara þú veist, það er betra. Djúbryggið vill ekki saman. En saman, það er líka sko þörfað að vera saman meiri sér á fólki sem er ekki með mikla félagsfærni, til dæmis. Þegar ég segi að það sé verið að taka okkur frá hvert öðru, þá er ekki bara að tala fólk sem á auðvelt með að setjast niður eins og við og byrja bara að bladra. Þú veist ekki hvað þið vantar stundum. Og þess vegna hef ég fæ rosa mikið úr því og stundum sýni mér bestu hliðagákart fólk sem ég þekki ekki neitt og ég erfiðum aðstæðum líka og það er eitthvað sem ég lærið ekki með að lesa eitthvað, ég bara instinkt. Já, það var bara þannig er ég bara einhvern veginn bara víraður að það sleppur einhvern veginn og ég næ einhvern veginn alltaf góðu úr því en þess að finnst mér svo ótrúlega sorglegt hvað maður er ekki með neinum einhvern veginn nema þú þarft að setja bara virkilega inn bara markmið að vera með fólki. Það er bara eitthvað vinna sem þú þarft bara að stuðla að því. Já, maður er alveg stuðla að því. Og maður þarf að búa það til. Maður getur búið það til auðvitað í einhvernum vinnu en svo líka þú ert ekki að vinna. Þú þarft bara að búa það til einhvern ákveðin strúktúr af fólki í kringu þig. Já, eins og bara heilsa fólki og svona. En að þegar við flutum í götuna þá gekk ég bara hús til að finna fólk sem ætti kannski börn á svipuðu reiki og við. Og ég bara kynnti mig og strákana og sagði bara við erum hérna við erum bara eina selingar og okkur langar að hittast og fara búið til gara vesenstega. Fólk hefur finnst þetta mjög skrítið. Sumum, fólki sem ég kynst betur eftir allir þessi áriður liðin, þeim fannst þetta óþægilegt. En ég var bara að taka ákvörðun. Mér er ekki beint sama að framleifni mín finnst eitthvað óþægilegt, en það verður bara að vera þannig. Ég sem hætt að væla anda, sko. Það verður bara að hafa það þó einhver kall kom og dinglaði hjá þér og kynnti sig. En þið finnst þetta eðlilegt og þið finnst ekkit mál að gera þessa hluti? Nei, þessa hluti finnst mér ekkit mál að gera á. Nákvæmlega. En það er fullt af öðrum hluti sem finnst mjög erfitt að gera. Já, en þetta er ekki mjög algengt og fólk gerir þetta, sko. Kona mín er ekki þannig. Nei. En svo finnst henni auðvelt eitthvað ótrúlegt sem ég er bara, hvernig er þetta hægt? Hvernig nærðu hausnum utan allt þetta dæmikona? Já. Þannig að þetta er svona eitthvað jafnvægis kunst þannig. Já. Við eigum það greinilega allir samfélag, við erum greinilega mjög svona vel þannig giftir. Þú verðist þér ánæður með þína spússu. Kona þín er alveg geggjuð. Kona mín er alveg masterpiece. Var það þannig að það búið lengi, má ég spyrja, sambundin ykkar? Ég er bara 26 ár með mínu konur. Wow, ok, ég er svo vanþráska, sko. Ég hef svo setna einhvern veginn að fatta að reyna að gera eitthvað svona, ekki beint kröfur, heldur svona virkilega spá í, náum við saman, getum við farið fram, getur verið makar í lífinu, getur verið partners í lífinu. Bara sem eftir Já, og ég var svo seitt þarna, sko. Það er svona held ég að hjálpi mig núna að vera svona viss, sko. Þetta er alltaf tómt vesen. Já. En það er svo mikill kærleikur. Já. Skilurðu? En að gangast við því, þetta sé vesen, það er fyrsta þrautin. Þetta er reynt og skítugt. Já. En síðan, þú veist, heyrir maður svona einhverjar ótrúlegar ástasögur þar sem að fólk bara eitthvað svona hittist þegar það er bara 12 ára eða eitthvað. Það eru bergnumið. Já, og bara eru bara... Það er eitthvað kinky. Já, en samt. Það er alltaf eitthvað smá rótið. Fólk er alltaf að fela eitthvað þar. Það eru framjöldin, sko. Kannski. Ég held það, sko. Þetta var svona, þú veist, ég var með syni mínum á mathöll í gær og þarna það barst eitthvað talið af konum og þarna
og hann sagði eitthvað bara, þú veist giftist ekkit fyrstu konunni sem þú hittir Nei. Og þá hef ég mitt spáði en ég meina, en ef það konaðin Já. Að konaðin bara, þú veist, það einhvern veginn æxlaðist bara þannig að konaðin bara fyrsta konan sem þú hittir Já. Þannig að einhvern veginn, þú veist myndir ekki taka því? Jú, þú meina að það sé ekki eitthvað svona afstaða að gera ekki Allt þetta svo fyrsta sem þú fellur fyrir Já, það eitthvað bara svona, þú veist ertu þá bara, þú veist undir eins einhvern veginn komin í samband einhvern veginn með bara einhvern aðskilnaðakvíða eða þú veist, einhvern móral yfir öllu því sem þú mistir af En finnst ykkur ekki svolítið það sem svolítið verið að segja okkur núna þessa dagana að við eigum ekkit endilega að vera í einhverju svona fastnjörfu hjónabandi, við eigum bara að vera með öðru fólki og vera fjölkæri. Nú las ég mér þess að Jón eiginlega hálf hneykslar, las eitthvað grein eða pistil eftir sko verkefnastýru Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar. Þetta er manneskjan, þetta er stofnunin sem að koma með alla fræðslunin í skólan okkar og annað. Og það sem hún að skrifa bara eitthvað pistil og vísi rauninni bara sving og hópkynlíf fyrir byrjendur. Svo bara mynda henni með eitthvað móðafokki dildó sko. Þetta er manneskjan sem að koma með fræðslunin í skólan okkar sko. Og ég spyr mér svona spurningar, svo var bara eitthvað nákvæmlega lýsingar af því bara hvernig við bara eigum og þess, megum og þess vegna eigum. Já. Megum og þess vegna eigum. Að þarna það samt ekki megum samt? Við megum og þess vegna eigum segja því við megum ekki berjast á móti löngunni. Þetta snýst langanir. Það lítur nú að vera eitthvað skilgreining að það til því, sko. Missvæsin, En mér finnst svona svolítið eins og sé verið að setja svona svolítið eitthvað orkus út í kosmosið. Það sem að verið að segja okkur að það ekki lengur svona eitthvað dulúð og þetta ekkert að vera eitthvað svona njörfa bara eitthvað inn í eitthvað svona lokaðri einingu. Heldur megum við bara fara út og vera með mörgum og vera í mörgum samböndum í einu og vera bara að ríða öllu sem hreyfist ef það samþykki og mörkin eru skýr. Mér finnst þetta áhugaverð þróun. Ég er ekki eins að segja hún sé eitthvað röng en hún er þetta svona ég er svona svolítið skeptiskur á þetta sko, því að ég held að þetta muni breyta í rauninni því sem ég hef alltaf skilgreint sem norm sko. Og þetta er kannski einhver ótti á bak við það skilurðu, en þarna mér finnst svolítið eins og þessi verið að leysa upp öll þessi form sem snýr að svona kjarnafjölskyldu og ég segi það alveg bara svona fordómalaust, þetta er bara þessi ég upplifi. En finnst þér þess að sé að vera að stýra því þannig að kjarnafjölskyldu verði leyst upp af því að eitthvað? Já, mér finnst það. Ekki verið að gefa þið bara valkostin eða vopn eða... Ég hef það á tilfinningunni að það sé arkitekt. Nei, Jú, ég er náttúrulega, ég er ekki sammála. Nei, þú þarft heldur ekki að vera sammála, en ég hef það svolítið á tilfinningunni að það sé arkitekt og ég hef það svolítið á tilfinningunni að þetta snúi að fólksfækkun. Fólksfækkun? Já, ég held það. Nei, alvörinni. Anskuð. Og ég meina, það þarf ekkert endilega að vera neikvætt. Nú er ég búin að spræna, þá kemur meiri svo völlur á mig. Það þarf ekkert endilega að vera neikvætt. Nei. Þú veist, ég er ekkert að segja að það sé neikvætt, ég er ekkert að segja að það sé jákvætt. Það er bara það sem það er. Já. Og ég meina, það eru menn eins og Bill Gates og annað sem eru búin að tala fyrir því. Við erum á mörg, við þurfum að fækka fólki og eitthvað, og svo eru alls konar kenningar það hvernig hann ætlar að fara því og þessi pandemic. En svo smitast inn í þetta eins og allar þessar leiðbeiningar sem koma frá alþjóða heilbrigðisstofnuninni hvað varðar kynfræðslu og annað í skólum og hjá unglingum og svo tengist þetta allt í rauninni öllu þessu kynseinfræðslunni og allar þessar vottanir og allt þetta drasl sem við getur haft mismunandi skoðanir á en þetta snúi í rauninni að því að bara fá fólk til þess að hætta að búa til endalaust mikið af börnum bara fækka okkur og þetta mun taka einhverja kynslóðir og svo endum við bara öll með fjólublátt hár en við erum bara 800 milljónir. Já. Skilur hvað við? Miklu skilvirkari heimur. Við erum komin hérna bara eitthvað Brave New World, skilur við. Þið voru að tala um þetta daginn. Því það get ekki allir verið með vinnu. Það eru bara allt orðið sjálfvirt og AI, robótar og eitthvað. Það get ekki allir verið með vinnu. Þannig að við erum bara eitthvað svona, bara svona hlýðin, flottur, 800 milljón manna hópur, skilur við, og svo bara höld. Hlýða hverjum? Hlýða hverjum? Þú sagði hlýðin 800 miljóna hópur, hlýða hverjum? Djúbrygginu maður. Já, þá er það BlackRock. Já, Djúbryggi maður. Auðvitað. 1%. Sem verður í rauninni þá í rauninni raunverulegt 1%. 1%, já. En þarna, það bara, einmitt, kom til mín hérna þegar þú varst að tala um þetta
varðandi sko þetta fjölskyldumunstur og nútíma fjölskyldumunstur það sem að einmitt bara sko skilnaðir eru náttúrulega bara rampant orðnir algengari en ekki liggur við að sko skilnaðabörn eru mjög, getum við sagt, svona efnahagslega hagkvæm af því að það er sko það er helmingi meiri neysla í sjálfum sér þetta er hárrétt í kringum skilnaðabörn geggjaði punktur þetta er rosa punktur af því að afsakið grípana orðið frá þér og þetta eldri gaurinn minn þegar við flytjum í götuna hann kemur með 3 vináttu með sér inn í þessu götu úr leikskóla sem bara passa beint í götuna 3 hjónaböndin splundrast á þessum tíma og getur þetta ímyndaðir en að PlayStation hér Switch þarna PlayStation Switch skjár þú ferð úr því minn maður var bara, hvað hann með svona mikið að græðum þú ferð úr því að það er ein fyrirvinna ferð úr því, það er að kona var bara eitthvað heima svo kemur kvennabildingin skilur og þá bara eru konur líka fannir að vinna þá eru konar 2 fyrirvinnur nú eru konar 4 það eru konar 4 fyrirvinnur á 1 barn 2 barnarbyggi bunch of monies en er þetta ekki í mótsögn við það sem þú segja á hann? Þetta er í kapitalíska mótili en þetta getur verið sér deild innan stofnarinnar sem þýðir bara, ok, fæn ef fólk getur að gift, þá látu þau skilja allavega ógisloft sem er, drullin eftir pæling skilur, eða alltaf eignast ógislega mikið af börnum þá bara verða að vera ógeðslega margir að vinna og verða að flytja annað og svona já, ég er að segja það skilur við og þá náum við að, þú veist brengla félagstengslin ennþá meira já, gera þetta alveg fucked up einmitt talningi þau fara að svinga líka sko ég meina félagstengsli svingið, netið hvað endur þetta? Það er ógeðslega góð spurning en ég er pro-swing sko, ef fólk er í feeling já, ég meina, ég get ekki sett út af ég hef mjög góða minn sem er á kafi þessu sko og maður er bara, ég heyri sögurnar ásand makanum sínum já, hérna á Íslandi og ég heyri sögurnar á sumarbústaðaferðunum og hótelsvítunum og bara, þú veist klúbunum og það er farið erlendis og maður er bara, hvernig ég var bara þreyttur að hlusta á það sko já, ég held að þetta sé svona ég veit ekki bara nenn að ríða svona mikið hann er bara að master þetta, hann getur riðið í 4 klukktíma alveg bara, hann heldur hann beinstífum í 4 klukktíma notar ekkert Viagra og ekki neitt hann er kóngurinn, já, algjörlega hann er bara að master þetta það er alveg bara, hann er kóngur það er bara skvörta át allt skilur það er bara, hann gefur þeim bara einhverja multi-orgasma bara, hann er almaðurinn hann að segja þér þetta? Já. Þá er helmingur næst að kjafta reyndar sko en þetta segist hann verið búin að mastera á því að bara explora bara sjálfna sig með hinum og þessum mismunandi konum hann er bara the university of bara making love sko, þetta er málið sko þetta er, þú veist, það er gaman að hlusta á þetta en líka eitthvað óþægilegt já, en ég held þú þurfir að stíga yfir einhvern múr og bara svona, bara eitthvað svona join the dark side þetta er svolítið sannig sko hvað er að mér? Af hverju get ég held þú ekki fengið frið til þess að maðurinn er í þessu þarna ertu bara komin í lostan já, varandi allt svona í mínu tilfelli, þá var ég nýflutt til Kanada og átti engan átti ekki fólk og neitt svona þá gríp ég svona götublað hvar ég eru svona kynlífs- og sambandsdálkar að skrifa þér frekar svona mjög opnum og svona frelsum manni og fólki sem svarar en öðrum sem eru með eitthvað dilemma. Ég held að ég hafði bara svo mikið tíma til að vera með þessu, ég átti ekki snjallsíma, ég var ekki með neti eða neitt, þá var ég bara í þessu bara, þá var ég að baða mig upp úr reynslu og dilemma annara sko. Og þessin er ég svona klári að finnast þetta bara dásanlegt einhvern veginn. Og allt sem hefur verið nefnt hér var ekki óþægilegt, skiljum við. Eitthvað, varstu þá að lesa þetta eða varstu farin að þú veist, að svara þessu? Ég bara lesa það og ég var alltaf að bíða eftir að ég myndi finna mig sko, í einhverjum dálki næstu viku og næstu viku. Og svo bara gerist það aldrei, en í millitíðinni bara var ég bara á fulli í að lesa annað fólk sko. Sérðu það fyrir þér að fara í þetta sjálfur? Ég held að svipað vorum að tala um með orkuna. Ég held að þú þurfir að vera rosa tilbúin í bara, og konaðin eða maðurinn eða bara lífsförunauturinn, þetta er heldur snúið sko. Ég þurfti að finnast mjög gaman að ríða allavega. Já, það er ekki vandamál. Ég hef áhugað því sko. Já. Hvað er þú gamall? Ég er að vera 47. Já, ég var nefnilega háðu klámi mjög lengi sko, áratugi og tala opinskátt um það og hef svo bara sko, minkað það bara
verulega nánast niður ekki neitt og það sem að gerist þegar maður fer að jafna orkuna í orkustöðunum sínum og fara að keyra meira á hjartastöðuna og samkennd þá finnst mér einmitt bara svona áhugi á kynlífi, hann alls ekki hverfur alls ekki, sem betur fer hann stór minkar. Já, en þú ert að lýsa mjög lífrænni þróun. Eflaust, sko. Þetta ekki eitthvað afstæða sem tókst. Ég veit að fíknin var eitt, sko. Já, en svo spilar náttúrulega örugglega aldurinn og líkamsstarfsemin inn í, sko. Einmitt. Og líka þú nógum að hugsa út börn og finnst konaðin frábær og átt svona vin og svona, þá bara byrjar þetta einhvern veginn að jafnast. Ímyndaði mér. Já. Þannig að spáði að vera þarna að bara virkilega vera bara okkar aldrei og bara elska að ríða ógeðslega mikið. Kannski er þetta eitthvað svona uppbyggilegt erðaleysi sem eitthvað tímabil. Þetta náttúrulega ákveðin, ég líti á þetta sem ákveðina fíknihefðun. Þú ert að sækja ykkur ákveðin boðefni og þetta er ákveðin spenna og þetta er losti og annað. En ég get ekkert eitthvað fordæmt það sem eitthvað neikvætt eða sett það sem jákvætt, það bara er það sem það er. En ég held þú þarft að vilja það. Þú þarft að vilja það er ekkert að draga því þetta. Nei, absolutt. Kona mín gæti örugglega meira þess að ekki dreigja mig í þetta. Þótt ég sem gamall graðhundur. Ef hún myndi alltaf að taka upp að bara förum á klubba og riðum fullt af fólki og bara finnum út úr því og þetta styrki í hjónabandi eitthvað. Ég er ekki vissum að ég myndi nenna því, sko. Þetta er hörku undertaking, sko, svona sletti. Ég meina, þú veist, þetta er ekki eitthvað sem að, þú veist, fólk eitthvað svona, þú veist, dúllar við af og til. Kannski. Heldurðu það? Já, ég held að fólk sé að nálgast þetta frá alls konar hliðum. Það gerir þetta oft til að snúa sambandin svona raunguna svo getið fara að styrkja upp og nýtt einhvern lagað af því að þú væri í svona íhaldssumum pælingu varandi samband og hvernig þau eru löguð þá kemst aldrei í rótina, sko. Nei, einmitt, bara fara beint í þetta. Já. Bara eitthvað bitt slappa sambandi. Rosa traust, sko, en þetta getur helviti snúið að koma aftur úr því. En þetta, ég held að þetta er mjög orkutengt af því að ég er búinn að gera allt sem ég þarf að gera á daginn og kvöldin og svo elsti sofnaðir þá náði ég hálfum Severance þætti. Severance. Það eru þættir á sem Apple bjúið til. Bara snjallir og skemmtilegir þættir en bara einhver þátti, hálfum. Þá er ég fókin dauður, sko. Og þá er ég byrjað að sjá eftir ég byrjað að framtíð að sjá eftir ég að horfa heilan þátt. Þá er ég bara svona, nei, gaur, þú verður að fókin fara að sofa af því að bara dagurinn er að fara að byrja bara eftir 6 tíma. En þetta sem þú ert að lýsa núna, maður hefði líka átt að segja því, þetta eru tímabil. Já, ég er mjög slæmur að hugsa þetta svona, þannig að bara leiðir á mig, sko. Hann Ágúst Ólafur félagi, ennið frábær vinur, svona eins og Arnór, sagði daginn, hann er aldrei í tölfræðinni, hann segir að búið að gera eitthvað rannsókn, 80% af þeim tíma sem eða með börnunniðinum er fyrir 18 ára aldur. Já. Og því ég heyrði þetta, það var bara fucking það er eins og að nota tíma vel, maður. Ég sá einmitt svipaða tölfræði, hún var hrikaleg, sko. Já, en svo held ég nefnilega að þetta snúið svolítið við, ef þú virkilega eði tíma með barninu, þá kemur svona eitthvað x tímabila sem það fer í eitthvað x tíma og finnur sig eitthvað staðar, en svo kemur það aftur. Svo kemur það aftur til þín. Sko, minn maður elsti, hann trúi mér ekki stundum að ég skulle hafa áhuga á honum. Hann heldur að sé eitthvað annað í gangi, veist, eitthvað svona, ert að njósnu mig, viltu vita eitthvað? Ég bara, nei, þú bara nettastur í heimi, bara hvernig leiðir í dag, hvað gerir í dag, með hverju henguði og það að fara að gera í kvöld og hann er bara, veist, er eitthvað annað, veist, þetta er efni góðan álhattmaður, algjörlega, sko. Ég veit hvert ég að senda hann, já. Beint í þvóttahúsið, það er bara hingað. Ég meina, það er svo líka fallegt, sko, þá þarf ég að tjekka mig af og vera bara, ég láta hann gaur í friði, veist, hann flýgur öðru við sem bróður sinn, sko. Og það verður bara að vera þannig. Já, ok, hérna, mér finnst þetta mjög skemmtilega viðmælandi. Já, einmitt. Það er svona, þetta er alveg, þú veist, Gunni segir eitthvað bara, ok, ég kynni þetta bara og svo sér þú bara þetta og svo bara kemst enginn að. Já, Nei, mér finnst þú mjög skemmtilega, sko. Nei, mér finnst líka gaman að spurja ykkur. Ég stundum með nálgast í þetta, ef ykkur vil tala um mig og þá ég er svo forvitin ykkur tvo og þá dýnamík, sko. Þannig að ef þið byrja eitthvað að rasa og tala svona, þá er ég ætla bara að hlusta á ykkur, sko. Við smullum ágætlega saman. Já. Akkur það var annar gaur að tala við bróðinn, hann var að tala við gæjan sem var á geðsviðinu, ég er náttúrulega þaðan, skilju, ég er 32 bara sko, skotgrafamaður, sko, á gólfinu, þannig að ég bara hlustaði með, sko,
ég gaumgjaði hvert einsta orð sem maður sagði þetta og ég ekki komin í gegnum þetta allt en mér finnst það að vera algjörlega óplæður akur þegar kemur að svona samfélagslegu tabúi geðviki og vinna með fólk sem bara virkilega lasið og mæta það sem það af því hans saga var átakaleg og hans manja eða bipolar var ekki af svæsin og aðra sem ég Nei, alls ekki, þetta var frekar verið svo vakt tilviti Já, og hann var alveg verulega sko, brúðið og svona í sárum eftir þetta og ég fór að hugsa, hefði ég ekkert hann, þurfti að glíma við hann eða ná hann niður eða vera til staði fyrir hann Þetta lokaður heimur það svo hræðilegt hvað hann lokaður og hérna, gerst ekki raskat ég kom inn á allar þessar deildir og hérna sem notandi? Nei, sem hérna aðstandandi Já og hérna hort upp á þessar sjálfræðissviftingar Lyfja yfirbuganir þinglifjanir og þessar tilraunastarfsemi sem á sér staðana og ég hort upp á einstaklinga koma inn í rauninni með væg geðrof af völdum í rauninni neyslu sem að á 20 árum þegar þú ert búin að vera í klómdregans í 20 ár þá ertu komin í nánast stjarfaklofa af lyfja tilraunum sem hafa verið gerðar á þér á 20 ára tímabili. Já, eitthvað sem það hefur verið en að þú fengið í skjóli lækni Þetta bara fucking vonlaust maður. Það er að taka þetta lið í alvörinni og elska það í drasl. Það þarf að fara með þetta í einhver kínversk fjallaklaustur þar sem koma bara einhverju alvöru sjálín munkar bara og berja djövelin úr þeim og elska þau svo bara í döðlur og þetta bara 2 ára prósess lega að fara í gegnum allar þessar manjur sem að ég vil meina sér leiðréttingaferli vitundarinnar lega að fara í gegn maður og styðja við þetta lið tala við það og elska það snerta það er það sem lendir á það sem við kalla ráðgjafinni sem hinn óbreyttu en það sjúklega erfitt þegar liðið alveg út í lyfið á þeim Já og líka náttúrulega læknirinn og eitthvað frá kerfinu búið að segja þér eitthvað fréttir sem þið líkar ekki eða hafa eitthvað sviftingu í för með sér og þau finnst aðrir vegið svo lappa þau bara út og þá bara Birkir Arnór eftir ég segi það, bara liði í skotgrunum algjörlega, viku heimsóknin búin hvernig get ég elska þig kall minn, ég elska þig og þú er að treysta mér en bara okkur leifu ekki manjur okkur manjur eitthvað svona slemar það þarf að halda utanum þetta lið já en það geta skemmt svo mikið út frá sér það er ekki eins og springir í loft upp, ekki út í örgu umhverfi ég sé fjölskyldur fara á kúpuna út af að var einhver í manni sem fekk viðskiptahugmynd og þurfti að Já, en þú þátt að vera í örgu umhverfi það þýðir ekki að hleypa þér í einhverja viðskipta Nei, en ég meina það vissi enginn þegar sumar mannir eru það vel faldra með þú ert að fara upp að veitin hvað er að gerast í haustum að þú ert að fara í flugvélina til Kaliforníu sko og svo það er náttúrulega vesen og svo náttúrulega bara ríkiskattstjóri og bla 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 þau eru ekkert alveg Gunnar misti viti og konan þessi komin á götuna ef ekki hjálpaði maður það er fucking grimt dæmi það er kalda sitt sko það er ógeðslegt og ég og þess vegna alltaf hef ég alveg svona alveg óendalega sko virðingu og svona umbyrðandi ást gagnvart fólki sem að gangi gegnum þetta þegar ég líka séðu koma út hinum endanum sko en meina eins og með bipolar maður eyðileggingamátturinn af öðrum toga en til dæmis eitthvað sem heyrir raddir og býr í stigagangi öskrandi á eitthvað sem hún sérði ekki og börnin er rosa hrætt svo kemur lögreglan og segir við erum að fjalla hennar mann krakkan skíti sig og fá martraðir út allt og þetta er alveg hrikalegt þá er hann eitthvað að tala við eitthvað sem ekki til en maðurinn eða konan í manninni fór og gerði bara eitthvað svona veraldlegan skaða á öllu sínu uppbyggingu sem hann eða hún byggði upp með maka sínum og börnunum sínum og það farið út í fokkin gluggan sko. Og kerfin bara að fokka þér farið bara hugleiðingu í virk sem náttúrulega snild en menna, það er ekki í toppinu í Ísakanum sko. Við erum mjög vanmáttu í þessum aðstæðum ég verð svo æstu sko Við veist að gegja, við erum mjög vanmáttu það er erfitt að við þetta en ég meina síðan alltaf bara þú veist, fólk sem að í alvöru svona bara frekar getur við sagt eðlilegt fólk sem bara fer í eitthvað bara instant geðrof þú veist, þetta gerist í alvöru fólk fer bara í instant geðrof og bara inn í eldús og nær bara í búrhníf Þetta er mjög sjaldgæft það sem þú segja núna en svona skaða og ofbeldisgeðrof eitthvað sem kemur ekki út frá einhverju massíu áfalli eða neyslutengt að vera vansvefta, það gæti ekki svona
vansvefta svefnfokkar þeir upp, algjörlega sem að er oftast það sem að er í þessum neyslu tengda anga af þessu þetta er svefnleysi sko ég notaði örvandi efni það nógu lengi og ég lærði inn á það lykillega góðri og flottri langtímaneyslu snýr einmitt að næringu og svefni ef hún nær svefni þá fór ég ekki geðrof og ef ég borðaði þá misti ég ekki þyngd þá virkaði ég alveg hvað er langtíma neyslu bara á örvandi efnum og það er fullt af liði sem er þar og kann bara amfetaminneyslu eða ekki fullt af liði og ég er ekki að tala um Elvans eða Rítalín ég er bara að tala um bara spýtt skilur búin að vera því í 30 ár og þetta er bara liði vinnu því það bara kann á þetta shit skilur það kann bara að veita þarf að sofa og það veit að þarf að éta skilur ég er nefnilega andörfunar megin í lífinni ég vil minni örfun sko nema þegar maður er að fara einhver hugvíkun fyrir þessa einstaklinga eins og fyrir mig að taka örvandi efni á sínum tíma ég róaðist við það sko ég róaðist við að taka spýtt sko já, sama hérna ég fikk konserta sko skilur við hvað þannig að en svo þetta snýrist þetta allt upp í anguru sína og svo bara eitthvað fokkaði öll upp skilur við en ég þurfti eitthvað að fara að díla við þetta og hætta þessum hlaupum sko en hann að, já, hvar voru við þurfum að fara að hætta, hvað er tímum ekki? þetta er svo gaman 2 tímar. Sko ég held er þetta ekki gaur sem myndi koma bara aftur? Ég er alltaf til að því að það sko einhvern tíðan sá ég Einar í gröfinni Einar á gröfinni Ívar á gröfinni já. Þú og Ívar eða þú við erum bestu vinni einhver somli sko voru að tala um eitthvað svona transdæmi að þú er ekki lendi að þú hefur verið í miðjunni á okkur svona að þú hefur sagt eitthvað bla að þetta er blíbli blú og mikið svona og þú hefur þurft að svona aflauka svona, þú þurftir að tína af alls svona vegi að komið aður úr ýmsum áttum og þú ættir að hafa verið tekið fullt djúpt í árinni eða harðorða eða hvað eða bara transfóbari að þú er bara proppið transfób sko og svo varstu svo mikið að tala um það þannig að ég var alveg strax bara nei, hann er ekki þannig hann er ekki proper, hann er ekki að fara að hatast út í transfólk, það getur ekki verið ég gaf mig bara það, að það gæti ekki verið að sama hversu mikill vaðallir á þér og kjaftur á þér og svona framleifni sem ég tengi alveg feitt við sko, ég er svo mikið á bremsinu núna er að þá ákvæði bara það að þú værir ekki transfób sko transfób? Já, eitthvað sem myndi vilja setja stein í götu fólks eða eitthvað sem er að fara í gegnum eitthvað svona pælingar í lífinu sko, að gangast við að þú ert transkona, transmaður eða eitthvað allt þetta dót sem ég þekki ekki sko og ég gleyma allt eitthvað heitir og þá var ég bara og þá talaði ég við eitt vin minn sem var bara svona þetta farið til hans, þú eru kíkt á YouTube comments ég alveg, nei, ég vil ekki kíka á YouTube ég gera það bara yfirleitt ekki ég kík ekki á þau nei, já, akkurat og hann sagði bara, herru, þegar hann fyrir þennan ham þá var hann bara segull á sko verstu veistu þarna hvað sem er transhatara já, ekki beint, heldur bara svona hvað kjaftar í gangi hérna maður þannig fólk sko, er þetta ekki komið nóg veist þetta og ég sá þetta hindir að varpa sprengjum já, en þú varpa sprengjum en þú ert ekki að planta þér í gígnum alveg, ég hreyfist ekki ég verð ekki hreyfður, ég er sannfærður og ég fattaði það og þess vegna var ég leið, nei, þá fer ég bara að tala við þá að því mér finnst ég svona frekar hafa meiri svona sans fyrir hver Arnór er sko þetta við náttúrulega rekust ofta á hvern annan og svona höfum alltaf vita hver öðrum alveg einhverju áratugi sko já, hefur verið hans fyrr, þá hefur við líka kynst ég náttúrulega var þarna niður frá mér í skóla já, ok var þarna 5 ára að kenna smíði sko ok, þannig mínu menn mistu bara af kallinum Tjús veistlaði það ég sagði liðasögur allan daginn sko ég laugaði þessum krökkum allan daginn það má ekki vann með þetta lína sko nákvæmlega það var gemur, ég var með rísælur í garðinum það er bara, ég veit ekki hvað ekki var í gangi það má ekki ræna þessu maður, þessu forvinninu að vera svona, í álfurinni, er það með rísæli það er sögurnar þeirna að lifa ennþá það lifa ennþá, en veistu það er erfitt að lesa þetta því að það er ekki eitt svar við þessu þetta er marg laga hvað heldur þessi gæjar, þetta er yfirleitt gæjar ímynda mér, hvað kjafta er þetta maður þetta er komið nóg þetta var ekki svona helvið þiski eftir að tala um það liðið þegar ég segi, blessu þessu minning Ólafur Tarar Ólafur Tara hvernig fallbeði mig Ólafar Töru já, bara sjónasviftur hennu ég var bara mjög trist yfir þessu það ekki ekki neitt sko og mér langar bara að segja, veist, ef ykkur væri fara að vera sko, koma eitthvað sprengur henni í dag þá kemur alveg, hvað, er þetta eitthvað feministi og þá er ég að vona að þeir komi í komment sko verða alveg brjálæðir já, þetta er náttúrulega sko, ég
hún verður jörðuð á morgun, blessu sem minning hennar já. Og ég náttúrulega þekki pappinar mjög góð vinur minn og Er þetta þannig að ég kýs á bara ég ekki að ræða þetta? Jú, það er bara mjög fínt að álega það en ég áskil mér og það það sem ég geri með ótrúlega margt meira segja það sem ég set fram í pislum og annað ég áskil mér rétt til þess að ræða þetta ekkert frekar ég áskil mér rétt til þess að taka ekki þátt í kommentakerfi og ef ég hendi ykkur út það er eitthvað nýtt sko að þurfa að vera alltaf bakka allan að ég þarf ekki að bakka hann út, skapa hann hlut upp skilur og ég þarf ekki í rauninni einu svona svara og það eru ákveðin málaflokkar sem ég er alveg með mjög sterkar skoðanir á sem stangast á við bara það sem 95% af fólki ekki 95, come on 99 áttu við með jafnbretti og feminism á þannig, þá er þetta ekki 90 Ímislegt, eins og segi og ég bara kýs svolítið að fara ekkert inn í þetta af of miklum þunga á opinberum vettvangi því að afleiðingin af því er að þá missi ég marktækni sem þýðir að ég get ekki lengur og ég sé þetta hjá mönnum og konum að fólk hættir að taka mark á því sem þið segir sem þýðir að ég get ekki komið skilaboðanum lengur áfram út í kosmosið í gegnum samfélags- og fréttamiðla því það er það sem ég geri, ég skrifa pistla og greinar þannig að það eru bara ákveðin svæði sem eru bara eins og bara svona ákveðin jarðsprengjusvæði og ég fer ekkit inn á það Er það með feminisma til dæmis? Feminisma, þú getur ekki sett þetta bara í eitthvað svona eitt feminisma þetta er bara svona marglaga en það er bara ekki þannig fyrir mér þetta er bara mjög marglaga En finnst ekki eins og það sé að vera búið þetta eitt þing og þetta Ólu Tara kendi mér ógeðslega mikið og ég er svo þakklátur fyrir það sem hún gerði þó að hún er kannski á einhverju tímabúti fara einhverju offorsi, sagt einhverju þvælu verið ógeðslega ósangjöld veisti í sig harkalega en þá, það sem hún skildi eftir sig kendi okkur köllanum er helling sko. Þannig get ég færið út í eitthvað svona samræð með þér en ég kýs að gera það ekki því ég veit bara að það er hvorki staðan í stund og nærgætni skal höfð alltaf. Og ég þarf líka að passa upp á í rauninni bara mitt plattform sem í rauninni miðlari á upplýsingum og hann að ég tek bara mjög með ákvörðun það En ef segjum þetta hefði verið fyrir 30 árum þú voru að segja eitthvað það er ekki hægt að ná svona mikið í því eins og núna að þá myndir þú skrifa greinar og pistla eitthvað svona opinion pieces eða eitthvað frétt eitthvað þá er ekki hægt að ná í því það er bara að tala við ritstjóðuna ég er alveg með eitthvað þarna að þetta instant ná í fólk þetta instant réttlæti þetta útskýri þetta er mjög óheilbrigt sko. Og ég held að við sem að fjallaðist þetta smá meira þess að hörðustu feministanir sem stundum ganga fram með mér en ég er þakklátt fyrir þær og þau gera ég held að þau séu líka svona aðeins að það er eitthvað kólnun það er eitthvað sveifla sem átt sér stað og svo er eitthvað svona eitthvað að jafnast út og fólk er eitthvað að finna út úr þessu einhvern veginn Er pendúllin ekki bara svona eitthvað að þú veist, finna sér svona eitthvað? Jú, einhvern veginn svo bara, nú erum við bara svona að tala rosalega mikið svona einhvern veginn undir ró sko. En það er eitthvað svona jafnvægi einhvern veginn sem hefur átt sér stað en það er samt sem áður svona eitthvað svona ákveðin klofningur og kergja skilur, og ég get verið hérna hægra megin ég get verið hérna vinstra megin en ég er hvorum megin En er ekki klofningur og kergja hjá þeir sem lendu í því skilur, og er eiginlega píslavottar tímabil sem er svona að klárast ekkert endilega, það er ógeðslega auðvelt ef þú ert bara svona nokkuð vel þengjandi að vera að taka eitthvað afstöðu með þessum málstæða móti hinnum en málið er bara að það sem gerist svo rosalega oft er að við verðum svo sjúklega militant og það er alltaf á kostnað samkenndar því að þegar öll er á botn og grunnskilu ef við komum bara down to business þá snýst þetta í rauninni bara ekkit eitthvað feminisma eða eitthvað hugmyndafræði eða að fæðast í röngum eða réttun líkama eða eitthvað, það snýst ekkit það þetta snýst bara ást og kærleik og uppljómun að uppljómast sem bara manneskja sem einstaklingur og verða hluti af ykkur heild ef ég er að segja að þín hugmyndafræði sé rétt röng því mín er rétt, ég er alveg sami fucking óbeldismæður en ég er að gaggrina þannig að ég er búin að sjá feminisma bara í ykkur skona bara mjög ofbeldisfullu formi alveg eins og vinstri sinna eitthvað svona
einhverja málaliða hérna bara sem eru bara mjög ofbeldisfullir nema þeir eru bara að beita allt öðru ofbeldi heldur en tíðkanski oft hjá einhverju svona hægri öfgamönnum. En nær þú ekki að hengja það á einstaklingana? Finnst þér hugmyndafræði vera vandamálið? Eða bara einhver kennisetningar eða einhver bara skemmtilega pælingar eða því við getum talað sem er kapitalisma ég sé kapitalisma per se ekki sem vandamálið, heldur sé ég stökkbreyttan kapitalisma sem vandamálið og eins með feminisma ég meina, eða hægri stefnu eða vinstri stefnu, þetta verður stökkbreytt við stökkbreytumst og allt breytist í einhvers konar fasisma við erum bara orðnir fasistar, hvort við séum hægri eða vinstri ég meina, tekur fólk ekki bara þessa fallegu hugmyndafræði og blandar hana, eigin ego eigin tráma, eigin áföllum og svo bara einhvern veginn nota þetta, til þess að blása upp sjálfan sig eða svona, eða nota sem gleru svona, ég er meira svona gleruna megin, er reyna það sko koma sinni skoðun áfram einmitt, skoða heiminn hérna bara svona er heimurinn af því að þetta er hérna isminn í dag en svona til að svara spurningunni þinni þannig að ég er ég er ekki bara ekki transhatari, ég er bara ekki hatari ég leita sannleikans út frá mínum bæðurum séð og ég íhuga á viðbröð annara gagnvart því sem ég segi og þessi setning, ég áttaði mig á því ég sagði einu sinni alltaf, mér er drull hvað fólki finnst það er roki og það er ég á slæmum stað því ég bý í umhverfindur af fólki og öflum sem veita mér viðbröð við því sem ég segi og mér ber að taka allt sem sagt til íhugunar ég ber að taka allt með fyrirvara og stundum kemst ég að því að ég hef rangt fyrir mér og þarf að fara að breyta til ég þarf að fara að horfa á þetta frá okkur öðrum áttum og ég þarf mögulega að gangast við að ég hef sjálfur beitt ofbeldi í eitthvað svona samskiptum en stundum og mjög oft kemst ég að því að fólk hefur bara rangt fyrir sér Svo líka að maður sér ekki sannleikan og því ekki að sé ekki sannleikur til staðar sko Nei, eitthvað svona sannleikur eitthvað sjónar hérna á hana upplifun hvers og eins algjörlega, skilur við en það er svona þannig að hún í rauninni er aldrei röngaði rétt já, það er svona vildi ég sko af því að hún er farin og mér finnst það mjög leitt af því ég veit hérna að ég var að hlusta á samstöðun sem ég líka mjög gaman að líka blanda þessu öllu sko það skiptum batteríinni já, þá hérna, erum við ennþá í loftinu já. Þá voru ólöftara og okkur fleiri að gera eitthvað nýtt verkefni sem heit Kveikja það er eitthvað nýtt svona, þau eru rúlut eitthvað nýru svona faratæki fyrir þessar pælingar og hún hafandi verið í baráttunni og þessum ljótu átökum oft, skilur við í allar áttir, þá var ég bara svona yes, nú er hún komin í Kveikju, hvernig ætli það verði sko, svo er hún farin sko mér þótti það voðalega leitt þess að langaði mig bara að neymdropa hana mér kunna að meta sko, hvaðan sem hún kom, hvert sem hún fór og hvað sem hún gerði, bara blessa þessi minningarnar þjáning er alltaf ömuleg og það er ekkert nema þjáning sem að dregur hana á þann stað sem hún endaði sko ég get haft aldrei þess að skoðanur í hvað hún gerði og hvernig hún gerði hlutina, það breyti því ekki að þjáning er bara þjáning og hún er systir mín sko þjáningasystir hún er þjáningasystir, skilur við og ömulegur endir, en ég trúi því að ég sé hérna í þessu lífskeiði til þess að yfirvinna einmitt karma og áföll og komast inn í þjáningu og lefa mér að finna þjáningu og öðlast ábyrgð og átta mig á því að engin annar ber ábyrgð og minni þjáningu sama hversu miklu ofbeldi ég hef verið beittur heldur enda ég sjálfur með afleiðingarnar og ég þarf að fucking vaksa skilur og ég þarf að geta dreigð mín mörk og verið sterkur strákur eða stelpa eða hvernig sem það er og ef ég ekki geri það og þetta er mín trú kem ég bara aftur og ég þarf að borga með vöxtum sko. Það verður ennþá erfiðara næst en erfiðara næst er ávísun það að það mögulega tekst í það skipti sko. Ég ætla að fá að velja í næsta lífskeiði sko. Hvort ég komi hérna snúi hérna aftur og algjörlega gjör breyti heiminum eða hvort ég fer bara á okkar astralsvið og lifi bara hérna í einhverju eilífu skvörti sko. Skilur við Ég er ennþá í moldinni, ég er ekki alveg komið þannig ég er bara fann að trúa því ég mun ráða því hvort ég komið henn aftur í þetta fallega fangelsi sem jörðin er ég vil trúa að ég ráði því hvort ég komið henn aftur næst hún að vera hérna 1000 sinnum áður sko. þannig líður mér í dag sko. því allt snýst um þjáningu og upprisu úr þjáningu Hvernig geti ég, Arnór og tæknumæður sagt eitthvað núna?
Það er ekkert að segja. Hvað fyrir við? Sko, við þurfum að fara að klára þetta. En að þú ert að koma með loka orð, þú eru bara að koma aftur. Já, loka orð, bara verið góðu hvort annað og bara virðing og leifið fólki að fokka hans upp og vera pingu stúpid og rekast á og svo koma aftur. Ég er þannig með allt, sko, reyni ég. Og vona maður að fólk að manni auðnist þetta frá öðrum líka, sko, af því að það er svo ömurlegt að ef ykkur tíma líður illa, þá mun mér ykkur tíma líður illa, ykkur í mínum innri hring, sko. Ég trúa þannig að þetta rúli alltaf áfram, sko. Þannig að það er svo gott að ég og þú erum ekki að rífast. Þá myndi ykkur líða illa. Ykkur í kommentakerfinu færi að líða svo ógeðslega illa og segja svo mikið kjaftaði. Okkur er ekki ætlað að rífast? Nei, ég veit það. Það er líka afstæða. Skilur? Það rífast ekki. Ef að rífast, Arnór? Nei. En myndavélinn þín er dottin út. Okay. Þú ert horfin úr mynd. Ég er búin að standa svo, það er búin að taka myndir af esin á mér og bara allt, maður. Þetta er bara meira gengur og gerist. Heyrðu, Arnór, þarna eru ekki bara góðir? Jú. Henda á hann síðustu spurningunni og svo förum við. Hvað var málið með Manowar? Að þið kom ekki? Já, þú veist. Þetta var ekki þeirra anda. Þeir tala um að Wimps and Posers leave the hall. Já. Og að þeir séu warriors of true metal og svona, en það þóri ekki í flug. Já. En kannski var fluginu bara aflist. En við mætum allir þangað, ekki? Já, ég allavega var komið með þú veist. Miða? Já. Bringuhárin bara alveg búinn að, þú veist, smyrja leðrið. Já. Við bara sjáumst hvað er ekki í lok sumars. 28. júni. Já, ok. Manowar, Frjáls Palestína, Þvottahúsi, Illa Nettraði. Þetta er ekkert bara Frjáls Palestína. Frjáls öll. Þetta er frjáls jörð. Já. Það er ekkert skilir í það, sko. Free parking. Free parking for all. Free Parkinson. Herðu, Birgir, gaman að fá þig. Hjólaði varlega heim. Já, ég gera það. Takk.